Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi. Það alls konar í þessu þætti. Síðast í þættinum þá kemur Árný Jóhannesdóttir sem læknir og ræðir ofskynjunarsveppi, en hún skrifaði grein í Læknablaðið ásamt öðrum rannsóknir á virkni þeirra, hvort það sé hægt að nota ofskynjunarsveppi eða efnið í þeim til þess að lækna þunglyndi og fleiri geðraskanir. Koma líka 3 mótorhjólamenn, við vorum með svona okurfréttir í gær, þar sem kom fram alveg stjarnfræðilegu munur á tryggingum mótorhjóla á Íslandi og á Norðurlöndunum, og við ætlum að ræða við þá hvort það sé verið okra á mótorhjólamönnum í tryggingum, og þá líklega öðrum landsmönnum að sé okur í tryggingum. Leikskólamálin hafa verið mikið í deglunni og Hörður Svavarsson, þrautreyndur leikskólamaður og leikskólastjóri, kemur og við ætlum að ræða aðeins þessa kreppu sem í þessum málum, að það þarf að búa til leikskóla fyrir 12 mánaða börn og það gengur illa og fæðingarorlofið dugar ekki, og við ætlum kannski að velta svolítið fyrir okkur hvað við að gera í þessu. Síðan náttúrulega förum við yfir fréttir vikunnar eftir og verðum með fleiri okufréttir og svolítið á kvótafréttum, en við ætlum að byrja eiginlega niður á þingi, þó að þau sé ekki niður á þingi. Það eru 3 þingmenn mættir til þess að ræða frumvarp til fjárlaga. Það er Jóhann Páll Jóhannsson frá Samfylkingunni, Björn Leví Gunnarsson sem er Pírati og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem er í Viðreisn. Þessi fjárlög, náttúrulega fjárlögin eru sterkasta hagstjórnartækið, Jóhann, ef maður byrja á þér. Nú þau eru skiluð með 80 milljarða halla. Ef við horfum bara á þannig, hvernig virka þessi fjárlög til þess að mæta því ástandi sem í samfélaginu, þeim halla sem hefur verið á ríkisrekstrinum, nú þegar hagkerfið komið á full swing, samt 80 milljarða halli, og eitthvað í þeim sem að drepa niður verðbólguna, eitthvað í þeim sem að mætir því fólki sem að núna að horfa fram hjá skerðingu kaupmáttarins vegna verðhækkana? Já, sko, ég er ekki mjög flott, eins og þú segir, þá náttúrulega er fjöldi heimila í alveg gríðarlegum vanda. Ég meina lágtekju- og millitekju heimili sem að finna fyrir því hvað matarkostnaður á rjúkubur öllu valdi, greiðslubyrði vegna húsnæðis, bæði fólk á leigumarkaði og svo fólk kannski sem rétt skreið inn á húsnæðismarkaðinn, fasteignamarkaðinn, þegar vextir voru alveg sögulega lágir. Þannig að núna skellur á bæði þessi mikla verðbólga eftir COVID og stríð í Evrópu. Og Seðlabankinn bregst við því með því að hækka vexti. Við erum náttúrulega, ríkissjóður náttúrulega ennþá rekið með halla. Það var bara þetta mikla högg og svona framleiðslu skellur í COVID, og alltaf viðbúið að það tæki sinn tíma að ná niður þeim halla. En Jóhann, ég skil þetta ekki, vegna þess að fjármálaráðherrann segir að COVID-aðgerðirnar þær eru farnar, hagkerfið komið á full swing, en samt 80 milljarða halli, sem að bendi til þess að svona öllu óbreyttu, þá verður bara 80 milljarða halli, og þá verður annarkvort að búa til tekjur, auka skattheimtu, eða skera niður á móti þessu. Algjörlega, ég meina, við gætum núna haldið áfram að reka ríkissjóð með bara gríðarlegum halla, og það myndi þá koma fram í versnandi viðskiptakjörum og áframhaldandi verðbólgu, eða við getum reynt að ná niður hallanum, og þar einmitt vandinn, eins og þú segir, að bara tekjuhliðin gjörsamlega brostin, og það þarf að auka herða á aðhaldsstig ríkisfjármálanna, og það er að gera það á ýmsan annan hátt heldur en að hækka til dæmis flata neysluskatta eins og ríkisstjórnin að gera. Það reyndar einmitt aðferð sem skila sér beint inn í vísitölu neysluverðs. Það sem ég finnst að þetta gera núna er að leggja á svona hvalreka skatta af einhverju tagi. Það væri til dæmis hægt að leggja álag á stærstu útgerðarfyrirtækin. Það væri hægt að hækka fjármagnstekjuskatt og draga úr svona að gera það fyrir svona tekjutilflutning þar sem launatekjur eru skráðar ranglega í rauninni sem fjármagnstekjur. Þannig þetta í rauninni það sem ætti að gera til þess að bregðast við sporna gegn þenslunni
og ná niður verðbólgunni. En hitt sem skiptir ekki síður máli, það að verja fólk fyrir verðbólgunni og vaxtahækkunum, og það auðvitað eðlilegast að gera það bara með þeim tækjum sem hafa verið ég meina vaxtabótakerfið. Það til dæmis bara, þar hafa sko eignaskerðingamörk, þau hafa staðið óhreyfð síðan 2018, þannig að þetta til dæmis bara hækka þau skerðingamörk, eða til dæmis fara þá leið sem var farin 2011 og 12 þar sem var svona sérstök vaxta niðurgreiðsla. Þannig að það eru ýmis tæki sem verður að nota til að létta undir með heimilunum. Ég hef líka áhyggjur af fólki á leigumarkaði vegna þess að svona sögulega fylgir leiguverð alla jafna eignaverði. Þannig að það bara mjög mikil hætta á að leiguverð fari núna á flug, og mér finnst bara algjörlega borðleggjandi til dæmis að lögfesta leigubremsu eins og Danir eru að gera. Björn Leví, hvað segirðu þetta með gatið á ríkissjóði? Á að fylla það upp með tekjum, á að skera niður, eða mun hagkerfið vaxa upp til þess að eyða þessu gati? Ef við fengjum mynda Björn Leví kannski? Skipta yfir á sælulösuð. Sko, tekjugatið að hluta til náttúrulega vegna þess að áhrifa COVID gætti upp af þess árs. Þannig ef þetta var í heilt ár af svona núverandi ástandi, þá var þetta mun nær núlli myndum að halda. En þar með samt ekki öll sagan sögð, því að það líka sem verið að setja 4 milljarða aðhaldskröfu á spítalan og ýmisönnurkerfi, þannig að það verið að bremsa þó nokkuð mikið niður til þess að ná samt þessum 80-90 milljörðum í halla. Þannig að í venjulegu ástandi þá værum við sem sagt kannski í núllinu en samt með aðhald. Þannig að það pínu kannski skerkjan sem við erum að glíma við þar. Og þar tvímælalaust eitthvað sem að þarf að huga að. Núna erum við svona áhugavert að skoða hvernig svona skattar leggjast á mismunandi hópa fólks. 1997 og 2007 mjög spesár, þá var svona skattbyrðin á svona þeir sem eru ríkastir, hún var einna hæst, sem hún hefur verið bara undanfarin rúmlega 20 ár. Hún mjög mun lægri og hefur farið lækkandi síðan 2007. Og og á sama tíma hefur skattlagning á þau sem eru í lægstu tekjutíundunum 3., 4. og 5. sem þetta hækkað. Og þetta svona ójafnvægi sem aðeins búið að breytast og eitthvað sem ætti tvímælast að huga að. Ég held að ástæðan fyrir því sé einmitt að það sé lítið búið að sinna þessum jöfnunarkerfum sem hafa verið svona staðlinum í gangi víðsvegar í Skandinavíu, en hafa fengið að drabbast niður hérna. Og það mjög áhugavert nefnilega að þú veist, skilja það að ástandið á húsnæðismarkaðinum að rosalega miklu leyti til stjórnvöldum að kenna. Þau bjuggu til þetta eftirspurnar æði í rauninni með því að hjálpa fólki að kaupa. Það gerði ekkert annað en að hækka íbúðaverð og að lokum keypti fólk sig í rauninni upp í hæstu hæðir eins og það gat eitt. Á sama tíma þau ekki að gera neitt í framboðshliðinni, þau ekki hjálpa til í rauninni á neitt hátti það að búa til. Það var einhver ein aðgerð sem var svona að hluta til, hvatti til þess að væri verið að byggja. Það var nú hátíðafundur í dag, Björn. Það var hátíðafundur í dag með innviðaráðherra og sveitarstjórum að fagna því að þeir væru að fara að byggja 35.000 íbúðir bara á morgunið hinn. Já, það merkilegt líka. Þetta sagði innviðaráðherra í mars, held ég að verið. Þá tilkynnti hann 20.000 íbúðir á næstu 5 árum. En svo sjáum við ekkert þau áform í fjármálaáætlun til 5 ára. Og heldur ekkert núna í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að þau segjast vera með eitthvað nefnd í gangi sem á að skila hérna á næsta mánuði eitthvað svoleiðis, og þá muni einhverjum fjármunum vera fluttir fram og tilbaka. En það rosalega ódýrt í rauninni, því að þegar ríkisstjórnin að leggja fram fjárlagafrumvarpið sitt, þá ættu þau að vita nokkurn veginn það bil hver kostnaðurinn af svona áformum þeirra, þó að það sé ekki hárnákvæmt endilega.
þá sé eitthvað í áttina. En það sem það segir mér einfallega að þó að innviðaráðherra segi að þá að byggja 20.000 íbúðir á næstu 5 árum, 35.000 á næstu 10, að þó að hann segi það, þá það greinilega ekki samkomulag innan ríkisstjórnarinnar. Af því það rosalega auðvelt að segja hversu mikið pening þarf þá á næsta ári ef að þá að byggja 20.000 íbúðir á næstu 5 árum. Það bara ekkert mál. Það mjög auðvelt jafn upp að það gera. En þannig að við erum í þessu ástandi að ríkisstjórnin búin að drífa upp verðið á íbúðum. Það svona ákveðin tálsýn á efnahagskerfið. Þetta efnahagsaðgerð sem stækkar reikningin allt í einu á fólk sem átti íbúð á allt í einu miklu meiri eigninni því að allar íbúður eru bara hækka í verði. Skuldar sem sagt minna. Lánið þeirra breytist ekkert og meðan íbúðin hækkaði verði. Og það lítur rosalega vel út á efnahagsreikningum. En núna kemur síðan bakreikningurinn í formi verðbólgunar sem fer þá að drífa upp sérstaklega hjá þeim sem eru með slæmlán, verulega slæmlán. Íslandslánin og svo framvegis, sem betur þeirra hefur eitthvað verið að fækka. En þannig að við erum að fara að borga fyrir þessa hryllilega slæmu bara hagstjórnar ákvörðun að hjálpa fólki að kaupa íbúð á meðan það ekki verið að byggja íbúður á sama tíma. Því að sko, það þarf að gera rauninni hvort tveggja kannski, ef þú ætlar að fara til það. En það að byggja íbúður, þú sérð ekki áhrif af því fyrir þau 2 ár. Þannig að út af ástandunni núna, þá eina leiðin til þessi rauninni að koma til móts við verðbólgu áhrifin, að það að vinna á vaxtabótakerfinu. Það bara eina skammvinna rauninni lausnin sem að hægt að fara að grípa til þess að laga í rauninni þetta sjálfskaparvíti sem að ríkisstjórnin búin að koma öllum. Og það ekki að sjá nein merki þess í frumvarpinu að það sé verið að auka vaxtabæturnar mikið. Þorbjörg, ég ætla aðeins að halda mig við 80 milljóna króna halla. Einu sinni þegar í gamla daga þá var talað að halli væri alvarlegt mál, nú talandi svona kærulslega þetta að þetta, hann muni bara hverfa hægt og bítandi. Við sjáum það núna reyndar í fjárlagafrumvarpinu að vaxtagreiðslur ríkissjóðs eru byrjað að verða með stærri útgjaldaliðum sem hefur ekki sést lengi. Á að skattleggja til að fylla upp í þetta gat, á að skera niður til að fylla upp í þetta gat eða hverfur þetta bara sjálfur sér? Já, sko fyrst varandi hallan, ég held að sé nú talað hann séu 89 milljarðar, þannig að nær hallaspán 90 milljörðum. Það einn landsspítali, svo að við notum svona þekkt viðmiðun, einn landsspítali. En ég myndi vera sammála því að það sé alltaf lítið talað það sem bara sjálfstæðan og alvarlegan punkt hversu hallin mikil, að því eins og þú segir að þá eru vaxtagreiðslur ríkisins orðnar mjög háar. Það kostar að skulda þegar maður horfir á hverja vaxtagreiðslurnar eru og þá staðreynd að þær eru 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins. Það rándýrt að skulda og það hefur auðvitað áhrif á velferðina, á innviðina, á alla þessa grunnþjónustu sem við viljum verja með öllum mætti sem við getum. Þannig að fyrir fólk sem umhugað það að styrkja grunnþjónustu og velferð, þá hlýtur að vera markmið að losa okkur undan þeirri stöðu að 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins séu vaxtakostnaðar. En varðandi spurninguna... Þorbjörg, það er búið að skatta, þú vilt ekki skera niður, þú segir að þeir sem vilja verja velferðina og verja opinbera þjónustu, að þeir verða að passa það að hallin verði ekki of mikill og þá eiginlega eina leiðin sem eftir að bara skattleggja upp í þetta. Það tvennt í því að því það alveg hægt að hagræða í rekstri og sína ábyrgð í rekstri en á sama tíma verið alveg skýr það að það eigi verja velferðina. Fjármálaráðherra talaði til dæmis það á sinni kynningu að til þess væru ýmsar leiðir, svo sem með sameiningu stofnana og það hægt að fara í sölu á ríkiseignum, það hægt að útvista verkefnum og svo framvegis og framvegis. Þannig að það alveg hægt að fara í það, þar segja ekki bara með þeim formerkjum að hækka skatta og það auðvitað sérstakt í þessar aðstæður að það sé að verða til útgjalda aukning. En varðandi skattapólitíkina, því þú varst líka að spyrja það hvort að, eða fjárlega frumvarp svona sem hagstjórnartæki, að þá verður þetta svo skýrt
finnst mér þegar maður fer bara að hugsa það að þú sérð pólitík ríkisstjórnar á hverjum tíma aldrei birtast skýrara heldur en einmitt í fjárlagafrumvarpinu og í tengslu við skatta þá sérstakt að horfa á kynningu fjármálaráðherra því mér finnst maður stundum þurfa að hlusta á það hvað ekki verið að segja okkur. Hvaða orð heyrðist til dæmis ekki í kynningu fjármálaráðherra. Það aldrei talað stórútgerðina, það aldrei talað veiðigjöld. Það mikið talað það að verja viðkvæmustu hópana í þessum ótrúlega þungu aðstæðum sem að blasa við heimilum landsins núna. Þetta sem við erum að ræða, lánin, vaxtastigið, matarkarfan, allir kostnaður við að reka heimili orðin margfalt dýrari. Fjármálaráðherra talar það að það að verja þessa lægstu hópa, eða verst settu hópa og ég held og ímyndi mér að það séu allir á Alþingi sammála. En hann nefnir ekki að þau gjöld og þessi skattar sem eru hækka í frumvarpinu í raun og veru atlaga að millitekjufólki sem í sömu stöðu hvað þetta varðar. Það að segja það hvað að koma fyrir lán á þessum heimilum, hver útgjöldin eru í mat og þessi daglegi kostnaður lífsins á meðan að það einhvern veginn algjör konsensus það hjá þessum 3 flokkum að fara ekki inn í pósta sem þau þó hafa sum hver tala fyrir, bankaskatt. Það verið að tala sölu á bönkum en aldrei þann veruleika íslenski neytendur búa ekki við samkeppni í bankaumhverfinu og eins og ég segi þetta með stórútgerðina. Þannig að í þessu svona fallega tungutæki það að vilja verja þá verst settu að þá felur fjármálaráðherra það hverjir þar eru sem að taka reikningin og nefnir aldrei hvað raunverulega væri hægt að sækja auknar tekjur í þágu samfélagsins alls. Þannig ég myndi segja hvoru tveggja. Ég má aðeins flytja þetta yfir til þín, Jóhann, að sko, það verðbólga og Seðlabankinn og fjármálaráðherra vinna saman og sumileyti vaxtahækkun bara að taka peningur umferð, svona stoppa það og þú tekur peningur umferð þá að taka raunverulega peninga skuldarana úr umferð, það er fátækara fólksins. Önnur leið til að taka peningur umferð að gera það með skattlagningu og þú getur gert það með því að taka peninga þeirra sem hafa mestu tekjurnar eða með mestu eignirnar úr umferð. En það ekki gert. Þannig að saman virðist þetta spila þannig að þeir sem eiga að borga verðbólguna niður eru skuldarar. Hárrétt. Og ég held einmitt að við eigum að hafa í huga þetta samhengi sko, að því minna sem við gerum á ríkisfjármálahliðinni til þess að sporna gegn þenslu, því fastar þarf Seðlabankinn að taka í bremsuna og það þýðir bara stýrivextir verða hærri en ella og heimili sem skulda mikið eins og þú segir, jafnvel bara tiltölulega tekjulátt fólk sem skreið inn á eignamarkaðinn við þessar svona fordæmalausu aðstæður í COVID, gjalda þá fyrir það. Ég get annars bara tekið undir í raun mjög margt af því sem Þorbjörg Sigríður sagði en að vísu kannski líti ekki á sko hallareksturinn sem eitthvað sjálfstætt vandamál. Ég held kannski frekar að það væri skaðlegt, ég held að viðvarandi hallarekstur væri mjög vondur fyrir íslenska þjóðarbúið vegna viðskiptakjara og vegna þess að bara ýmsum ástæðum. Má ekki orða það þannig, Jóhann, ef þú ætlar að reka ríkissjóð með halla, þá verður að hafa ærna ástæð til þess. Þú getur ekki gert það bara, ekki bara af því að þú getur ekki feisa það þú þarft að gera það. Fyrir svona lítið opið hagkerfi eins og Ísland, þá það bara mjög vont. Það öðruvísi til dæmis fyrir Bandaríkin að reka ríkissjóð með halla lengi. En og þess vegna sko finnst mér algjörlega augljóst að það verði að taka til í ríkisrekstrinum og það verði best gert einmitt með á tekjuhliðinni sérstaklega. Auðvitað hægt að ná fram svona hagræðingu og sparnaði en til lengri tíma sko held ég að það skipta ekki síður máli að bara reka alvöru skattapólitík sko og og sú skattapólitík sem birtist í þessum fjárlögum ofboðslega vond vegna þess að svona helstu það sem ég sýnist allavega fjárlaga bandorminu var enda bara birtast í heild núna rétt áðan sko en mér sýnist svona
stóru breytingarnar á tekjuhliðinni í rauninni vera þær að það hefur verið að hækka krónutölugjöld meira heldur en venjan þarna hefur verið að kroppa alveg einhverja 5-6 milljarða. Jóhann, krónutölugjöld, þú verður að útskýra fyrir okkur sem ekki í fjárlaganefnd. Já, gjöldin á olíu, bensín, áfengi, tóbak og þetta eðli málsins samkvæmt bitnar helst á heimilum sem verja hæstu hlutfalli tekna sinna til neyslu. Og það bitnar á millitekjufólki og það bitnar sérstaklega illa á lágtekjufólki. Þannig að þetta ofboðslega vond skattapólitík. Hitt sem verið að gera að það í rauninni verið að herða skattlagningu og gjaldtöku þegar kemur að vistvænum bílum, rafmagnsbílum og svoleiðis. Og ég get alveg viðurkennt að ég hef haft svolítið blendnar tilfinningar gagnvart öllum þessum niðurgreiðslum á rafmagnsbílum svona til að í þá orkuskipta vegna þess að leið og maður ánægður með markmiði þá þetta eðli máls samkvæmt að hafa verið svona skattastyrkir sem gagnast sérstaklega efri millitekjufólki og jafnvel hátekjuhópum meðan tekjulægsta fólki ekkert að kaupa sér einhverja Teslur. En mér svolítið kaldhæðislegt einhvern veginn að núna akkúrat þegar kannski við erum farin að sjá fram á að á næstu árum fari rafmagnsbílar að lækka í verði og verða og það verði viðráðanlegt fyrir tekjulægra fólk að kaupa og þá á að skrúfa alveg fyrir þessar ívilnanir og taka upp kílómetragjald akkúrat þegar fátækara fólki og efna að kaupa endursölubílana, rafmagnsbílana. Þá eru hugmyndir að setja kílómetragjald. Það taka upp kílómetragjald en þá finnst mér algjört lágmark að það verði þá nokkrir þyngdarflokkar og þessir allra þyngstu bílar sem slíta vegum alveg margfalt á við venjulega fólksbíla séu látnir bera þyngstu byrðarnar Ég er ekki séð að það sé einhver sérstök áform það að hálfu ríkisstjórnarinnar Björn Leví, af því að þau tala svolítið að það þurfa að vera fókus á tekjuhliðina, á skattana. Ert þú sammála á því að við ættum að vera að kannski slátra 1/3 af þessum halla með því að afla tekna? Það er hægt að gera það að hluta til, fara í ýmsar svona samkeppnis breytingar á skattkerfinu, en það er eitt sem að gleymist dálítið í þessari skattaumræðu, að það eru upphæðinar sem eru að glatast af því að fyrirtæki eru að flytja arð út eða ekki skattaskjóli ýmislegt svoleiðis. Matið upp á það er alveg upp í 15 milljarða á ári, bara í skatttekjuna þó ekki í rauninni það umfang sem væri þar á bakvið í landsframleiðslu og öðrum áhrifum. Þannig að það eitt myndi dekka ansi stóran hluta af því sem að vantar upp á. Nú erum við að glíma við eins og Jóhann Páll var að tala um þetta áðan, þau eru með þessar ólögfestu breytingar á skattheimtu og það eru samtalsrétt 10 milljarðar. Það væri minna til dæmis heldur en er að fara að renna út á hækkun í hafi og ýmsu svoleiðis hjá útgerðinni. Og einhvern veginn, þá var fyrir nokkur mánuðum síðan þá er Bjarni að koma til þingsins og segja að við viljum auka pening til þess að efla skattaeftirlit. Ekkert komið úr því, ekki neitt. Hann bað þessa skýrslu þarna eignir Íslendinga í skattaskjólum. Af því að hann tók það af öðrum sem voru að kalla eftir alveg nákvæmlega eins og hann tók skýrslubeiðnina til Ríkisendurskoðunar út af sölu Íslandsbanka. Hann sagði ég ætla að gera þetta, ég ætla að fá þessa skýrslu, svo hreykir hann af sér að hann hafi kallað eftir þessu, kallað eftir skýrslunum skattaskjólinu, hefur gert neitt, ekki neitt í að bregðast við neinu af því það er ennþá að renna út milljarðar í skatttekjur sem allir aðrir þurfa þá að borga hærri skatta út af. Það er ekkert flóknara það. Þannig að ég er ekki alveg á því að það þurfa endilega að hækka skatta, ekki nauðsynlega, svona almennt séð, en í núverandi ástandi gæti þurft að gera það einmitt sérstaklega þar sem að peningurinn hefur svona safnast í rauninni saman eftir COVID. Því að það eru sum fyrirtæki sem eru að greiða sér arð eftir að hafa verið á góðum styrkjum. Björn, má ég nefna það sem hefur verið nefnt hérna, þannig að aukin veiðigjöld, ég trúi því sett saman á því, bankaskattur, auðlegðarskattur. Já, ég myndi vilja fara í dálítið svona ítarlegri skoðun á því hvað okkur finnst vera sanngjarnt
svona fyrirkomulagi í skattkerfinu á þess að nefna einstaka skattstofna. Við gerðum það fyrir kosningarnar síðustu til dæmis, við hækkuðum hæsta tekjuskattsþrepið, allt hjá öllum í rauninni sem voru yfir í rauninni og yfir þingmannakaup. Þingmenn hefðu fengið þá skattahækkun og sem voru á hærri launum. En svo hækkuðu persónuafsláttinn greiðlega á móti, þannig að í reynd þá var það í heild sinni eiginlega skattalækkun sem við lögðum til. En við lögðum bara til jafnari aðeins álagningu á það. Og við höfum talað hækkun á fjármagnstekjuskattinum og ég skil í rauninni ekki af hverju það einhvern veginn að taka einhvern sér skatt af því, bara leið þetta lendir í vasa hjá fólki, þá það ekkert annað en laun. Og ég fatt ekki af hverju það ekki bara verið að greiða launa eða tekjuskatturinni af þeim peningum. Þorbjörg, má ég tala útgjöld? Það heilbrigðiskerfið búið að vera í kreppu á Íslandi næstu í alla þessu öld og allir sammála að það þurfa að gera eitthvað í því. Eitthvað í fjárlagafrumvarpinu sem að bendi til þess að það muni lagast og sama að núna með vaxandi þunga hefur verið talað að húsnæðiskerfi sé bara komið í einhverja alvarlega kreppu, að það eins og gefur þetta komið fram að bara þenslan og húsnæðismarkað og hækkun og húsnæðisverði náttúrulega bara sjúkdómseinkenni á einhverju kerfi sem bara virkar ekki. Hvað í fjárlaginu bendi til þess að þetta tvennt lagist? Ef ég mætti kannski bara fyrst aðeins varðandi skattana, því mér fannst þú stilla okkur Jóhanni Páli fullþétt upp þar. Það var hann sem að gerði það, hann tók undir það sem þú sagði. Þá það ekki þannig að Viðreisn og Samfylking séu gangi hönd í skattamálum. Ég held að viti það nú allir. En ég nefndi sérstaklega þetta bara varðandi millitekjuhópana, bara venjulega launþega í landinu sem að taka á sig byrðar í þessu fjárlagafrumvarpi á meðan að ákveðnu póstar heyruðust aldrei. Og þar fannst mér fjármálafrumvarpið taldi vera eins og stundum var sagt Morgunblaðið í gamla daga að maður þurfti að lesa það sem í því stæði en líka það sem maður segir ekki. Og orði veiðigjöld heyrðust aldrei. Þannig að bara þannig að því séð haldið til haga. Varðandi heilbrigðiskerfið þá það alveg rétt að þessi umræða ekki alveg nýja nálinni en ég held að megi nú segja að það sé mikill stígandi og stígandi með réttu þegar maður að skoða það bara í hvað stöðu heilbrigðiskerfið frá því að hafa orðið fyrir niðurskurði í tengslum við hrunið. Við höfum talað fyrir því þar að hluti af því að þau þurfa annars vegar að bregðast við ákveðnum bráðavanda sem við blasir á spítalanum og það þessi þá aðgerðir til skemmri tíma og svo hins vegar að þá þurfi að horfast í augu við það hver staðan bara í starfsmannamálum til dæmis á Landspítalanum og í heilbrigðiskerfinu öllu. Það að verða þannig á heimsvísu að heilbrigðisstarfsfólk, hjúkrunarfræðingar meðal annars, þetta eru eftirsóttustu starfskraftar í heiminum. Okkur ekki að takast að halda í þetta fólk og sjálfur mér finnst mér það ekki vera geimvísindi hvað það á baki. Viðreisn hefur áður lagt fram tillögu á þingi svona þjóðarátak bætt kjör kvennastétta að liður í því að byggja upp heilbrigðiskerfi til lengri tíma litið sé að horfa til þess hvernig okkur gengur að halda í starfsfólk og laða það hingað til starfa. Við erum að sjá dramatískar tölur líka það heilbrigðisstarfsfólk sem fer út í framhaldsnám. Það hefur verið sterk söguleg og menningarleg hefð fyrir því að þetta fólk skili síðan aftur heim til Íslands að námu loknu. Hér að verða breyting, við sjáum tölur það hvað Landspítalar að dala í samhengi við rannsóknarframlag sem þýðir nýsköpun og þróun og það mjög margt þarna sem bara horfir framan í okkur. Fjármálaráðherra nefndi og hefur talað fyrir því að hluti af því til dæmis að ná hagræðingu fram væri að horfa til þess að það ódýrara að það sem það á við að sjúklingar geti leita til sjálfstætt starfandi sérfræðinga frekar en að vera
sendir út í aðgerðir eins og við þekkjum til Svíþjóðar, liðskipta aðgerðir og svo framvegis. Ef við sjáum það engin aukning í sjúkrahúsþjónustunni í frumvarpinu og það ekki samningar við sérfræðilækna, hafa ekki verið árum saman og ég sé ekki nein sérstök teikn á lofti að það sé að breytast. Þannig að ég held að þessi 2 málaflokkar, fjárlögin núna og heilbrigðismálin, kjarapólitíkin einhverju leyti, þetta muni ganga hönd í hönd og ég held að heilbrigðismálin eftir að verða ofboðslega stór fyrir þeirra mikil og þung þannig þingvetur. Og kjaramálin hljóta að vera stór, það svona, mátti heyra svona í gegnum þennan þráð að við ímyndum okkur bara fólk sem að flúði hátt íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu og flutt upp á Akranes og keypti sér þar húsnæði og svo kemur verðbólgan og þá hækka vextirnir og nú á að og hækkar náttúrulega húsnæðiskostnaðurinn og nú á að hækka bensíngjaldið og svo að taka upp gjaldi fyrir þegar maður fer í gegnum Hvalfjarðargöngin og þannig að þetta fólk eiginlega taparandir í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Það svona sem reyna að bjarga sér bara einhvern veginn. Einmitt, og það eins og að fjármálaráðherra og ríkisstjórnin einhvern veginn skilji Seðlabankann einan eftir það að díla við verðbólguna. Kom fram á kynningu hjá fjármálaráðherra að ríkisfjármálin eigi að styðja við það markmið að halda verðbólgunu í skefjum, en mér fannst vanta öll svör það hvernig ætlar hann að gera það. Það hefur komið fram gagnrýni það að það sé bara verið að færa skuldavandann yfir á næstu ríkisstjórn sem þýðir auðvitað líka bara það sé verið að flytja hana áfram á yngra fólkið. Þeir póstar sem að fjármálaráðherra að nefna svona eitthvað aðhaldir, lækkun í ferðakostnaði ríkisins, svona hlutir sem að koma svolítið sjálfu sér bara með heimsfaraldri, frestun á nokkrum útgjaldamálum, hann nefndi lækkun á framlögum til stjórnmálaflokkana, gott og vel. Já, hann ætlar að skera niður styrkina til Sósíalistaflokksins, það mín kenning. Já, ég meina þetta kemur auðvitað Sjálfstæðisflokknum, þetta hefur minnst áhrif á Sjálfstæðisflokkin, svo má velta fyrir sig hvort þessi tilviljun eða ekki. Ég heldur þetta að því nefndi þetta, að það var náttúrulega athyglisvert að hann kemur fram með þessa tillögu eftir að vera búið að vera að gagnrýna óhóflega styrki til stjórnmálaflokkana lengi. Hann kemur með þá þegar að Sjálfstæðisflokkurinn að selja frá sér byggingarétt upp í kringum Valöll. Það bara mjög sérstakt. Já, og hvað sem hann finnst það, þá vantar það að það sé markviss skref það hvernig að ríkisstjórnin og ríkisfjármálin ætla að styðja við Seðlabankanum að ná fram þessum árangri. Að því eins og ég segi, það að þessi einhver lækkun í ferðakostnaði hjá ríkinu eða einhverju svona tilgreinir póstar sem eru nýtt í gritti, það ekkert að fara að hreyfa við stóru myndinni. Herðu, ég ætla að fá að þakka ykkur fyrir núna, fá að heyri ykkur seinna önnur mál og kannski fjárlögin. Við höldum áfram að fjalla fjárlögin við Rauðaborðið. Til þess að morgun kemur hingað læknir sem heitir Jón Magnús Kristinsson. Hann læknir á bráðadeildinni á Landspítalanum og við ætlum að ræða það hvernig fjárlögin og svona það sem má lesa stefnu ríkisstjórnarinnar gagnvart heilbrigðiskerfinu kemur út fyrir hann. Svo höldum við áfram að ræða fjárlögin og fleiri mál og ég fái örugglega að heyra í ykkur ágætu þingmönnum seinna. Hérna réttandi við hornið ætlum við að fara yfir fréttir dagsins. Þá bara komið að fréttum dagsins og það eini fréttamaður Rauðaborðsins. Já, Karlín, hvað í fréttum? Helsta frétta var verið að leggja niður og segja frá áformum að byggja 20.000 nýjar íbúðir á næstu 5 árum og 35.000 á næstu 10. Og hvernig ætlar að gera þetta? Ég sá í rauninni ekkert það. Það stóð að Húsnæðis- og Mannvirkjunarstofnun muni vinna með sveitarfélögunum við að meta núverandi húsnæðisáætlanir og greina frekari tækifæri til uppbyggingar. Þannig það ekki komið plan núna, þetta yfirlýsingu það að þeir ætla að fara að undirbúa það að búa til plan. Já. En þeir náðu blaðamannafundur ljósmynd
Ég sá eina mynd þarna sem svo skemmtileg, held ég að vera á RÚV sem að einhvern veginn minnir mann svolítið mikið á húsnæðismálin bara yfirleitt, en sérðu, þetta svo skemmtileg mynd sko. Dagur Bjarkinsson búin að vera í þessari stellingu að tilkynna það að þessi búið að leysa húsnæðisvandann í Reykjavík eiginlega bara frá hruni. Og ég held að hann hefur náð svona 18 fundum það að sé eiginlega búið að leysa. Já, alltaf ekki það voru rosalega mikið en svo segja þið sko að 30% íbúðanna eiga að vera hagkvæm. Já, hvað þýðir það? Það svona það sem heitir á amerísku affordable housing. Ég myndi að það væri þessi 5% síðan. Já, ég held það líka. Sem rosalega metnaðarlítið. Ég man ekki, það var eitthvað að koma fram að í Frakklandi að þá sveitarfélögum refsað sem ekki skila 25% í félagslegt kerfi og þá bara dagsektir ef þú gerir það ekki. Og mér finnst að það ætti náttúrulega að vera í þessari tillögu því þarna eru náttúrulega Garðabærinn og fleiri sem hafa aldrei staðið sig almennilega við að byggja upp sko félagslegt húsnæði. 5% eru líka athyglisverð á því að þetta raunverulega það sem í dag. Þannig að raunverulega þetta þá samkomulag það að það sé bara í lagi að hafa kerfið eins og Já, eins og við erum eins og gott kerfi núna, við ætlum að frista það. Það bara passar ekki við reynslu fólks sem lága tekjur að þetta sé gott kerfi. Það virðist klárlega að vera eitthvað svona prump. Já, það svolítið hægt við því. Það var að því að vera komið í tengslu við fjárlagafrumvarpið að það var að vera að benda á að með hlutdeildarlánin og svona húsnæðisstuðningur væri eiginlega horfinn og málið með hlutdeildarlánin þau gengur bara ekki upp. Og ég fór svona að googla á netinu sem maður gerir og þá sá ég einmitt sko myndir af Ásmundu Einari sem að þá félagsmálaráðherra að skrifa undir eitthvað stór út í Móa, búin að leysa einhvern veginn ætlaði að færa, ég man ekki hvað það sögðist ætlaði að færa 2000 íbúðir sem ætlaði að færa ungu fólki, kom ekkert út úr þessu sko, vegna þess að mörkin voru svo þröng að það fannst ekki íbúð sem var nógu ódýr og þú þurftir að vera með einhvern veginn svo lága tekjur eða eignastöð eitthvað þess að það fannst heldur ekki manneskjöld að sköpa. Fórsetið ASÍ Kristján Þórður sagði í gærkvöldi sko að hann furðaði sig á því að það var engar aðgerðir í fjárlögunum einmitt til að mæta húsnæðisvanda tekjulágra og einmitt benti líka á það að það var ekki verið að afla tekna eins og mætti sko en þannig að ég skil ekki einmitt hvað að þeir segja reyndar sko þegar það bent á þetta að Sigurður Ingi að halda fund og svo Bjarni halda fund og þetta passar ekki saman og þá segja að húsnæðismáli munu koma inn á seinni stigum inn í fjárlögin. Okay. Já, og stundum þegar fjárlögin koma þá hugsa maður, já, þetta bara svona uppkast þetta eftir að breytast þá kemur raunveruleg stefna ríkisstjórnarininn inn svona þegar það var að líða jólum ég man að maður hugsa þetta svona í fyrra að því að það kom ekkert sko og stundum veltum maður fyrir sér núna sérstaklega, kannski ríkisstjórnin vegna þess að til þess að koma með einhverja stóra tillögur, einhverja stóra sýn og vinna mál, einhverjum stuðning og náðum í gegnum þingið og búa til eitthvað kringu það, þetta hafa eitthvað svona pólitíska styrk og inneign, en kannski þessi ríkisstjórn bara ekki með það, þannig að fjárlagafrumvarpið sem kemur núna bara framreikningur frá skrifstofufólkinu í fjármálaráðuneytinu, engin raunveruleg stefna inn í þessu og allir segja, já, svo kemur stefna, svo bara kemur hún ekki. Þannig að við erum meira bara svona autopilot. Já, autopilotin í gangi og við munum sjá hvað kemur síðar. Já, ég held. Var þetta eina fyrir það? Nei, mjög skemmtilegt. Fjármálaráðherrann var að segja í morgun að einkarekstur sé mjög góður fyrir heilbrigðiskerfið. Já. Og hann vill meiri einkarekstur. Til það vera lausnina. Nú erfiðleikar í heilbrigðiskerfinu og hvað getum við gert? Einkarekstur, meiri einkarekstur, vill hann bjóða. Það er sama hvert vandamálið svarar einkarekstur. Það virðist vera mantraðan, sko. En það áhugavert, sko, síðan Katrín Jakobsdóttir náttúrulega spurði út í þetta hvað henni finnst þetta og hún segir að hún vil ekki sjá meiri einkarekstur í kerfinu, sko. Hvað þýðir það? En hún sé ekki gegn núverandi kerfi, segir hún, sko. Hún vil ekki þjóðnýta tannlæknana. Nei, okkur ekki því mér, en svo þegar hún ræðspurð sko hvort hún vilji búa á landi þar sem að fólk þurfi oft gjarnan að borga háar upphæðir fyrir heilbrigðisþjónustu, þá segir hún nei. Ég vil ekki lifa á slíku landi, þannig að hún tekur fram að hún ekki á móti núverandi svona blönduðu kerfi þar sem það kemur fyrir, en hún vil ekki að við séum í áslíku landi þar sem fólk þarf að borga háar upphæðir stundum fyrir heilbrigðisþjónustu. Það svolítið annað mál, sko. Ég held að Bjarni sé ekki að tala um það. Bjarni að tala um það að einkafyrirtæki kom inn og reki opinbera þjónustu fyrir skattfé. Já.
Það verður bara óbreytt að þú borgar bara skatta en peningarnir fara inn í einkareksturinn og þar getur menn dregið út 10-15% út í arð. Ég sá einmitt að þessi auknu framlög í fjárlögunum til heilbrigðismála voru ekki að fara, voru einhvern veginn eyrnamerkt í eitthvað sérstakt, er það kannski að fara í kaup á einhverju einkarekni þjónustu eða hvernig það... Það kemur eiginlega samastað útgjöld til heilbrigðismála, sama hvort að farið í landsspítalann eða farið í eitthvað einkarekin spítala. Þetta er svona einkenni á svona síðkapitalisma, að svona fjármálaveittur kapitalismi, hann er hérna, þú veist, í gamla dag voru menn að búa til einhverja verksmiður og byggðu eitthvað svona upp. Svo hérna kemur fjármálavetti kapitalismi og græði bara á þau að kaupa og selja gamlar eignir og svo þarf þetta að finna eitthvað hvað þarf að gera við þennan peningin. Og þá ferð þú nennir að það geta verið að búa til verksmiðu að stofna ísbúð eða eitthvað. Þannig að þú segir bara, eigum við ekki bara taka yfir þessu opinberu þjónustu og reka hana, eigum við ekki bara taka yfir vegakerfið. Þannig að sko, auðvaldið er ekki að leita að einhverju nýsköpu fyrir sig, heldur við bara að taka yfir það sem hefði opinberu hafið áður. Og að græða á því, ekki að hagræða. Það er alltaf að tala um Bandaríkjunum, að þegar allar framleiðslan er farin til Kína og eitthvað svoleiðis burtu, þá hvað eigum við að gera hérna? Þá fara menn bara að éta upp opinbera rekstur. Það er bara pjúra lógík fjármagnsins að fjölga sjálfu sér. Þeir hafa ekkert annað að kaupa. Hugmynd. Hvað er að kaupa? Þeir eru búin að eignast eða allt og þá verður að fara að finna eitthvað nýtt. Það sem ríkið á. Herðu, svo önnur skemmtileg frétt er að það er að koma fram tillaga að breyta Samfylkingunni í jafnaðarflokkin. Já, hvernig er það? Mér finnst það bara, já, eitthvað, ég veit ekki. Mér finnst við að það þyrfti þá kannski að breyta bókstöðum Sósíalistaflokks og Samfylkingunni. Já, ég setti það á Facebook, eitthvað er þetta að ræða það. Að Sósíalistar eru XS og jafnaðarflokkurinn eru XJ, mann finnst það nú eiginlega bara mega... En þetta með jafnaðarflokkurinn, þetta hefði náttúrulega heitað jafnaðarmannaflokkurinn, en nú má ekki segja manna því að það held allir þetta sé bara flokkur fyrir karla. Þannig að það komið svona jafnaðarflokkurinn, það er ekki... Já, ég meina ef þið ætla að berjast fyrir jöfnuð. Það sé gott nafn, jafnaðarflokkurinn. Svo sem. Sístu flokka verið heita verkamannaflokkurinn er ekki í Noregi og í Breitlandi. Þetta er sósíaldemókratar í Danmörku og Svíþjóð og Þýskalandi, sósíalistar í Frakklandi og Spáni. Ég fæ nú ekki mikinn svona verkamannaflokks tilfinningu fyrir Samfylkingunni og fólki sem ég þekki það. Þannig að jafnaðarflokkurinn, já. Þú vilt styður þetta? Berjast fyrir jöfnuði, bara. Ertu með mér það? Nei, þetta var það sem verið boðið í kvöld. Heyrðu, ég er með smá fréttir. Ég ætla að vera með smá okurfréttir. Já, heyrðu, það er pizza, Dominos pizza. Ég held að það er ekki þriðjudagur í dag, þá ekki eitthvað svona Dominos pizza. Þriðjudagstilbúin? Jú, ég er með pizzu hérna. Hún er ekki að tilbúið, þetta er bara venjulega verðið hjá þeim. Ég fáum með spjaldið. Kostar 2190, þetta er miðlungsstór pizza sem er kostar 2190, þetta er margarita. Bara einföld pizza. Sósa og ostur. Sósa og ostur, 2190. Og svo skulum við fletta, í Danmörku er þetta að fá ná 293. Það er svolítið smá svindl í þessu, hún er sko 30 cm íslenska en 28 í Danmörku, þannig að það er smá svindl í þessu, þannig að við skulum bara taka næsta land. Noregur, sem er vanalega sko, þegar maður fer borðar eitthvað starf í Noregi úti, að þá fær maður svona sjokk eins og Íslandi þegar maður fær reikningin. En þá hugsa maður oft svona, já, það er svona, fólki allavega sem er að vaska upp er með almennileg laun, þannig að maður svona reynir að setja sig við það. En þetta er miklu lægra heldur en á Íslandi. 1399, já. Áfram að fletta. Frakkland á Súsugall 1057 og maður það var 2100 og eitthvað þannig hjá okkur og áfram og ég hefði getað fletta brendalaust þannig að ég fór bara beint það sem var líklegast að það væri dýrasta pizza í heimi og það var í Sviss og ég fór hann í Dominos í Genf 2192, það næri því þessu ekki Íslendingar er með dýrustu pizza í heimi og þá getur maður að hugsa þessu svo já, það er bara Ísland og Sviss eru bara besturland í heimi, þar eru fólk með hæstu launin og auðvitað er dýrast að borða pizzu þar og þá, ef ég fæ næsta spjald að þá er að lágmarkslaun í Sviss eru 23 frankar á tíman það gera 352 og 25 örar það eru 563 skall á mánuði sem að þeir eru með lágmarkslaun þar og ef við reynum átt okkur á því lágmarkslaun í Íslandi eru 368.000 það er miklu lægra og ef við flettum áfram
ef við tökum skattana frá og líka skyldur af því að þau eru borgað skatt í Sviss að þá er tekin af þeir sko eftirlaunasjóður sem er eins og iðgjöldin að þá færið útborgað þú er búin að borga félagsgjöldin og skattan og allt saman það er 365 skall í Genf en 294 skall í Reykjavík. Það er svolítið mikil munur á því og ef við skoðum aðeins þannig ef að verkamaðurinn í Genf færi með það sem hann fekk útborgað og myndi kaupa sér miðlungsstórar Domino's pítsur, margarita, fyrir allan penningin, þá fengi hann 214 pítsur en íslenski verkamaður 184. Þannig að málið ekki að Íslands er dýrasta land í heimi sé vegna þess að við búum við sömu stöðu og fólkið í Sviss. Það er ekki það. Það er okrið. Það er bara okkur. Það er bara verðlagi hérna er í engu samingi við laun fólks eða neitt, ekki við samingi við neitt verði í útlöndum. Herðu, við ætlum að koma með nýjan dagskrárlið hérna. Okay. Verstöðin Ísland. Já, sko Eskja fyrir austan já, þau eru finnst við eftir uppsjávarfisk eru á, þú veist síld og golmúna og öllu þessu en Eskja er á kvóta á botnfisk sem er úthlutað á Jón Kjartason sem getur ekki veitt botnfisk, er ekki bara með græðuna til þess sko. Þannig að þeir leigja þetta bara frá sér og þeir leigja kvótan. Þeir fá sem sagt úthlutað, þeir eru úthlutað kvótanum að þá er botnfisk látin hérna á Jón Kjartason og þeir geta ekki veitt hann, þannig að þeir leigja hann bara í burtu og þeir svona fer eftir í hvaða verð þú leiknar á þetta, þá er það að fá kannski svona 700 til 900 milljónir í tekjur af því að leigja kvótan. Rosalega upphæðir og ef maður ber það saman til dæmis hvað Eskja borgar fyrir allan kvótan sinn í veiðigjöld, þá borgar þeir í fyrra held í 120 milljónir. Þannig að þau fá alls konar kvóta, leigja botnfiskskvótan frá sér og fá miklu meira heldur þau borga eigandanum. Þannig að maður er að velta fyrir sér sko akkur eigandinn sem er við, akkur er verið að láta þennan Eskju fá þennan, akkur leigja við ekki bara beint út. Engin góð ástæða fyrir því sko. Já. Það sem mér datt í hug svona þegar maður stillir upp svona dæmi að spyrja sko hvað ætli Óli Ufsi segja um þetta? Það er ekki... Þetta er nú bara svona í kvótakerfinu, svona er óréttlætið. Menn sitja á kvótum sem þeir get ekki veitt eða komast ekki yfir að veiða en svo eru aðrir sem hafa engan kvóta eða hafa ekki nógan kvóta og þar eru kannski helst smábátarnir og það sem til dæmis er gert í þessu dæmi, þá er gert samkomulag við smábátaeiganda og hann er kannski þarf að borga eigandanum 1 tonn, hann þarf að veiða fyrir hann 1 tonn, þá má hann veiða sjálfur 1 tonn en verður að landa því á landsambandsverði hjá þessum eiganda. Þetta er bara mjög ljótur blettur á þessu kvótakerfi og þetta er skammar fyrir okkur þjóðina að við skulum bjóða sjómönnum upp á þetta. Þannig var það. Þetta sagði Óli Ufsi um þetta. En heyrðu,
Við ætlum áður en að Hörður Svavarsson kemur hérna, við ætlum að ræða leikskólamál, að þá í dag, þá eru 5 ár síðan að Katrín Jakobsdóttir flutti fræga ræðu. Og það eldhúsdagurinn á morgun og þetta ræða sem að ég veit maður hefur séð að fer ótrúlega í svona pirrurnar á öryrkjum, eftirlaunafólki og láglaunafólki, mens að hún að tala réttlæti. Þannig að mér datt í hug að meðan að Hörður að koma sér fyrir að við hlustum á ræðu bút og ræðu Katrín Jakobsdóttur fyrir 5 árum áður en hún var forsætisráðherra, þarna hún í ríkisstjórn, það mánuð til kosninga, síðan mynda á ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsókn, en þarna hún að tala þörfina á réttlæti í samfélaginu. Kæru landsmenn, ranglæti hvar sem það finnst í samfélaginu ógn við réttlætið, þess vegna megum við aldrei slaka á í baráttu okkar fyrir réttlátu samfélagi. Að bíða með réttlætið jafngildir því að neita fólki réttlætið, eins og Martin Luther King orðaði það í frægu bréfi. Stjórnmálamenn mega aldrei vísa í ríkjandi kerfi til að rökstyðja bið eftir réttlæti. Stjórnmálamenn þurfa að vera reiðubúnir að beita sér stöðugt fyrir réttlætinu og breyta kerfinu ef það þarf til. Annars hættan sú að traust fólks á hinu lýðræðislega samfélagi dvíni og þá ábyrgð þurfum við öll að axla. Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlæti. En núverandi áætlanir þeirra ríkisstjórnar sem nú situr gera ráð fyrir því að öryrkjar og aldraðir eigi að halda áfram að hokra og búa við skammanleg kjör. Það á að bjóða atvinnulausu fólki með fullan bótarétt upp á 217.000 krónur á mánuði. Lægstu laun á Íslandi standa enn í 280.000 krónum. Þau duga ekki til framfærslu. Og fólk á lægstu launum beðið að vera þakklátt fyrir 20.000 krónur. Því að hlutfallslega sé það nú ekki lítið. Því miður þarf að bíða aðeins með réttlætið fyrir þig. Viðkvæðið, en allt stendur þetta til bóta. En þegar þetta fátæka fólk beðið að bíða eftir réttlætinu, verið að neita því réttlæti. Kæru landsmenn, ég hef áhyggjur af því að þrátt fyrir efnahagslegan uppgang vanti upp á þennan sameiginlega skilning á því hvað felst í samfélagi. Ég hef áhyggjur af því að of margir séu bænir að bíða eftir réttlæti. Og af því að spurt hvað valdi því að fólk geti ekki komið sér saman einfalda hluti eins og forgangsröðun, rétt að svara þeirri spurningu fyrir mitt leyti. Hér á Íslandi þarf stjórnvöld sem treysta sér til þess að útrýma fátækt. Það hefur ekki verið eining hér á Alþingi þó að sumir stjórnmálamenn tali eins og hér séu allir sammála tekjujöfnunar hlutverk skattkerfisins. En við höfum ekki verið sammála það, að það sé hlutverk skattkerfisins að tryggja jöfnuð. Það hér þarf stjórnvöld sem eru reiðubúin að horfast í augu við og bregðast við því að ríkustu 10% eiga 3/4 alls auðs í landinu. Launajöfnuðurinn sem hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hér áðan nefnilega aðeins annar hluti myndarinnar hið jafna samfélag. Og eignaskiptingin segir talsvert aðra sögu. Og vaxandi misskipting auðsins, hún sprettur beinlínis af pólitískum ákvörðunum sem hingað til hafa verið þær að ekki megi skattleggja auðinn, ekki megi skattleggja fjármagnseigendur eins og venjulegt launafólk, ekki megi setja sérstakt hátekjuþrep og verulega háar tekjur eins og þær til að mynda sem skila sér í kaupaukagreiðslum sem margir þingmenn flytja gjarnan vandlætingar ræður en heykjast svo á að taka á í gegnum skattkerfið. Og sama má segja þær pólitísku ákvarðanir sem hafa verið teknar bótakerfin, vaxtabætur og barnabætur sem nýtast æ færri. Og bak við það eru líka pólitískar ákvarðanir sem hafa ekki miðað að því að auka jöfnuð og draga úr misskiptingu heldur þvert á móti. Hér þarf stjórnvöld sem eru reiðubúin að taka pólitískar ákvarðanir til að útrýma fátækt og draga leið úr misskiptingu. Já, það er svona kreppa í leikskólamálum. Við höfum fylgst með því í fréttum að það eru foreldrar sem eru niður í Ráðhúsi sem að mæta með börnin sín þar og að innheimta loforð meirihlutans í borginni sem hafi lofað því að vera búin að búa til pláss fyrir öll 12 mánaða börn núna í haust og foreldrar mæta með börnin og svo kemur náttúrulega í ljós að það ekki til pláss og einhver pláss eru í smíðum og einhver pláss eru áformum og svo höfum maður fylgst með í umræðinni, kannski meira svona í aðsettu greinum og svona, leikskólakennarar koma fram og segja kannski bara leikskólinn ekki til í þetta, það sé ekki alveg ljóst sko hvers konar leikskóla það sem fyrir 12 mánaða börn. Það líka bent á það sé mannekla, það sé erfitt að manna þetta, kannski ekki til fólk til þess að gera þetta, það bent á það kannski ættum við frekar að framlengja fæðingarorlofið og hafa það líkt sem í
á Norðurlöndunum, þar sem að það lengra fæðingarólof, næstu helmingi lengra held í Svíþjóð, að það sé kannski sem við ættum að vera að ræða við. Og þetta vekur upp alls svona spurningar og þess vegna fæ ég hérna Svavarsson, þrautreyndan leikskólamann. Já. Við erum í svolítið svona sem samfélag, erum við svolítið vandað með þetta mál? Já. Og hvað, af hverju er það? Búin að vera lengi í vanda með það. Já. Og þið voru nú að ræða fjárlögin áðan. Já. Það sem var ekki fréttum þau var að það var ekkert leikskólamál í fjárlögum. Fyrsta löggjöfin leikskóla, dagheimili og leikskóla, hún er sett 1973 og hét þá bara nákvæmlega lögum þátttöku ríkisins í byggingu og rekstri dagvistarheimila. En er ekki búið að varpa sig yfir á sveitarfélagi núna? Hvernig þá? Bara með því að segja í löggjöfinni að þau að hlutast til að útvega foreldrum leikskólapláss, eitt annað. Þau bera ábyrgð á að ef að reksturinn fyrir fram í sveitarfélaginu þá síðan sómasamlegur og samkvæmt lögum og reglum og eitthvað svoleiðis, en það er ekkert búið að varpa þessu. Þau sveitarfélagin hafa tekið þetta verkefni í fangið út af kröfu samfélagsins og gert þið í raun og veru alveg kraftaverk miðað við það að við fá ekkert fjármagn til að gera þetta. Af því að ríki tímir þessu ekki einhverja hluta vegna. Þegar að sveitarfélagin tóku grunnskólana, þá gerðu samningur og ríki setur ákveðna peninga í það. Sveitarfélagin tóku að sér málefnum fatlara. Það er alveg samansagan, það voru gerðu samningur og auðvitað sveitarfélagin semja svo sem alltaf af sér, fá alltaf svolítið og lítið. Ég heiti fjármálastjóra í sveitarfélagi fyrir nokkrum árum sem sagði að mesta áhættan í rekstri sveitarfélaga eru samninga við ríkið. Ég var einu svona í S.O.A. og mín reynsla eftir það segir að þú ert aldrei að gera samningu ríkið. Aldrei, því það er bara, þú færð aldrei það sem að það kostar. Og það er bara, og þú endar líka á því, það er svo hættan á því. Ég held að sé líka í leikskólanum og það töluðu við hérna hjúkrunarfræðing sem vann á bráðadeildinni. Hún var að tala um það að niðurskurðurinn og vanfjármögnunin, að þú lendir í því gagnvart sjúklingnum eða nemandanum eða eitthvað slíku að raunverulega framkvæma niðurskurð ríkisins. Ég var líka einu sinni í S.A.A. og vann þar í mörg ár og ég lærði að vera leikskólakennari fyrir áratugum í fósturskólanum og svo fór ég í smá útgáfu og fór svo að vinna hjá S.A.A. í tæp 10 ár og þegar ég kem tilbaka aftur inn í leikskólan 25 árum eftir að ég yfirgaf hann þá hafði bara ekkert breyst. Það var ennþá jafn erfitt að ráða fólk. Það voru auglýsingar í loftinu auglýst eftir fólki og það voru engir að sækja og ástandið hafði í raun og veru bara versnað vegna þess að álagið í skólunum hafði aukist. Af hverju? Það er að því að það er markvisst út af því að sveitarfélögin hafi ekki fjármagnið búið að með alls konar reglugerðarbreytingum og lagabreytingum lögin sem hétu einu sinni lög þátttöku ríkisins í byggingu og rekstri fóru svo að heita lög þátttöku ríkisins í rekstri og ekki byggingu og svo drófu þessu alveg út nokkra mánuði seinna. Nú heitir þetta bara lög leikskóla og sveitarfélögin er alltaf að leita einhverja lausna og það eru reglugerðarbreytingar sem að fela það í sér að við þá breytingu við förum úr 7,2 fermetrum sem hvert barn á að hafa í heildarrýmin í leikskólanum niður í 6, eitthvað og eftir þessa breytingu ég búin að vera að rannsaka þetta í 3 ár. Ég var svona, þegar ég kom tilbaka fór að vinna í leikskólanum og það fannst mér að vanta kallmenn því að maður svo skrítið að þeir var ekki komnir hérna og við fórum einhverjir, ég og Halli og einhverjir að agitera fyrir því. Svo komst ég að það vantar ekki bara kallmenn, það vantar bara starfsfólk í leikskólana og af hverju vantar... Það er ekki bara pening? Af hverju vantar, það er alltaf sagt launin og auðvitað launin hjá ófaglæru leikskólafólki eru lág.
en þau eru líka lág í verslun og ýmsri annarri þjónustu sko. En laun leikskólakennara eru bara á pari við laun grunnskólakennara og framhaldsskólakennara og af hverju það svona miklu erfiðar að fá fólk til að gerast leikskólakennara. Það svo gríðalegt álag þarna inni. Þessi ár sem ég hef verið að stjórna leikskóla núna, ég hef ekki tölu á þeim sko starfsmönnum sem hafa komið til mín bara í lok dags, bara hálf kjökrandi, búnir á því út af áreitinu. Það er svo látlust áreiti út af barnafjöldanum sem komin á svæðið. Og þetta sko, þegar þú hefur ekki nógpláss, þá ferðu það að rekast á annan og við erum með meiri sérkennslu hérna heldur en víða annars staðar. Það eru fleiri börn í leikskóla á Íslandi heldur en víða annars staðar. Samt verið að kvarta og ég skilu þetta sko foreldrana sem fara reiðir að því að búið að lofa þeim einhverju. En sumir sem lofur voru svo, það var svo augljóst að þið ekki hægt að standa við þau, þó að kannski foreldrar hafa ekki áttað sig á því. Og þegar einhver sveitarstjóri segir sko við ætlum að taka inn öll 12 mánaða börn inn í leikskóla í hausti í okkar sveitarfélagi, þá kannski reikna foreldrar með því að þú veist þegar barnið mitt eru 12 mánaða það kemst það inn, því að það átti að gera það frá með þessu hausti. En barnið sem mánuði yngra, það kemst ekki inn í haust og hvenær kemst það inn? Það kemst inn eftir ár og þá það árið sko 2 ára. Hvað foreldrarnir að gera? Ég meina þau hafa fæðingarólof og það runnið út og þau verða að komast í vinnu því að þau þurfa að vera 2 að vinna fyrir heimilinu. Því að það hérna húsnæðiskostnaður og þau skulda námslán og verðlagið hækkar og það bara vandamál á heimilinu. Hvað þau að gera? Sko, það eru Bjarni og Katrín sem hefur að leysa það. Það á að setja fjármagn á tíma þessu. Við erum þjóð sem að sko höfum efni á að gefa fiskinn okkar í sjónum. Við erum ekki með her. Þessi kerfi eiga bara að fungera og foreldrarnir ekkert endilega að leysa þetta. Þau eru alveg sem stöðu. Ég heyrði í konu sem búin að vera svolítið í fjölmiðlum, sko, hún segist verið í 4. sinni þessari baráttu. Alltaf þegar maður með lítið barn, sko, og það ég fæ ótal símtöl, sko, í hverju viku, það sem verið að bara, nokkuð laust pláss hjá þér og hvað þú ég að gera og maður auðvitað finnur til með fólki, en maður getur ekkert bjarga fólki, maður getur sagt, prófað að senda bréf á bæjarstjórinn og segja í hvaða stöðu þú ert. En þetta líka svona, þú veist, þegar móðir mín er öldruð, þú veist, þá var ég sko í stuttan tíma í þessum hagsmunahóp barna sem að þurfa að koma foreldrinu á hjúkrunarheimili. Svo á endanum sko, sem mikið álag og kemur öllum ávart sem lenda í, held ég. Einmitt. Og svo þegar það búið, það ekki til en sko samtök fólk sem best fyrir hjúkrunarrýmum fyrir foreldra sína, því að svo endanum kemst mammaðinn inn og þá ert þú laus allra mála. Og þetta svolítið eins með foreldrinu, það engin skipulaður svona þrýstihópur. En staðan í leikskólanum auðvitað bara orðin þannig að það er sko, við erum með sáttmála sem að Ísland hefur samþykkt, sáttmála Sameinuðu þjóðanna barnasáttmála svo kallaða, og það segir að alltaf þegar ákvarðanir teknar þá að hafa hagsmuni sko barna í forgrunni, og það hefur kannski ekki verið gert út af þessu mikla ákalli fleiri leikskólapláss, og þetta bara, maður skilur alveg þá kröfu, fjármagns... Sérstaklega þeir búið að lofa því, sko. Sérstaklega þeir búið að lofa því, en hérna, ef þeir hefðu ekki lofað því, þá hefðu einhverjir aðrir lofað því og fengið umboðið og svikið það. Þessar sveitarstjórnarkosningar snerist svolítið leikskólamál. Það var bara þannig, og þú átt að skaffa það og endan að segja Skúli, já, ég ætla að skaffa það, ég með nýja áætlun hérna. Og svo koma menn einhvern veginn svona og segja, sko, draga einhverja, sko, 15 ára ástæður að sko, nám leikskólakennara hafi verið lengt. Grunnskólakennaranámi... Leyfisbréfin. Kennarinn hefur flúið leikskólan upp í grunnskólan, þar sem er þó betri minna álag. Já. Og það segir eitthvað. Það segir að þú veist, þeir að flýja álagið, og ég hef stundum sagt, sko,
það það mikið álag orðið í leikskólanum, fullorðna fólki getur forðað sér og það gerir það. En börnin geta ekkert forðað sér. Þau eru þarna ennþá. Ein af þessum breytingum sem að menn gerðu til þess að fjölga inn í leikskólum var að þeir upphafa skýrt tekið fram í lögunum að rýmið sem að börnum útluta út á átt að mæla vegg. Svo allt í einu sögðu menn nei, við ætlum ekki að hafa þetta netto, við ætlum að hafa þetta brútto og breyttu því í reglugerða lögum. Jaft og þétt verið að... Veggurinn var orðin að hluta rými barnsins. Já, hann hefur verið með börn í veggjónum. Þannig það hefur verið að þrengja þjónustu barnanna, það ekki verið að reyna að búa til eitthvað plan hvernig við getum haft góðan leikskóla, heldur svona að vera að reyna að skaffa fleiri pláss af því að krafan hávær. Þess að þau verið að mæta foreldur sem mæta þetta hópi. Konan sem mætur og segir, ég á rétt á þessu plássi, við erum að reyna friða hana og hún segir það sjálf líka mér eru örugglega búið pláss af því að ég á mig læti. Svo ég veit ekki hvort það sanngjarnt en ég hef talað við lækna og hjúkrunarfræðinga heilbrigðiskerfið og mér finnst þau verið að tala að sé svona verða vakning meðal heilbrigðisstéttanna að þau verið að koma og taka meiri þátt hvernig kerfið mótað og þegar maður tala við þá komum við oft með svona eitthvað svona hugmyndir sem að maður heyrir ekkert mikið í gangi að það bara verið mistök að hafa sameina borgarspítalann í landsspítalann, það er bara betra að hafa 2 spítala og svona eins og sé að fara að búa til eitthvað kerfi sem að geti staðist í framtíðar. Og þá veltum maður fyrir þessu umræðan sem heilbrigðiskerfið ekki það á þessu, það er bara heila, þú veist hvernig þetta bjarga manninu sem liggur út á gangi á bráðadeildinni. Mættu leikskólakennarar stíga fram og reyna að taka eitthvað svona forystu í því að móta stefnuna sem á að koma? Ég held að þeir séu svolítið að því núna, svolítið að spyrna með fótum eins og vitnaðir í það verið að skrifa svolítið greinar og auðvitað þessi kona, ég heyrði inn í einhverjum morgunþætti helgina hún sagði að andstaðan við sína baráttu hefði komið úr mjög skrítin átt, hún kallaði okkur skrítin hóp, leikskólakennara, af því að okkur finnst ekki lengur að sé hægt að bjóða börnum upp á þetta. Ég var í fræðsluráði í Hafnarfirði fyrir nokkrum árum og þá var ég mikið að tala þetta rými sem börnin hefðu og það var svolítið svona svo suð þegar ég byrjaði svona hvala hljóður undir djúpunum eitthvað svona hörður og byrjaður en svo dróði ég þetta upp þú ert að taka barnið þitt 2 ára gamalt og setja það í pláss sem er minna en hjónarúm setja grænar í botn og hafa barnið í þessu rými í 8-9 klukkutíma og Rósa sem var formaður fræðslur sagði nei, hörðu, nú er þetta íkja en svo fór hún að skoða þetta og þau juku aðeins rýmið í Hafnarfirði, örlítið það er svona það er 3 blaði meira á barn í Hafnarfirði heldur en í hinum sveitarfélögunum. En þessar ábendingar ykkar að þær heyra svona aðalega í aðsendu greinum og svona, en í svona fréttaumhverfinu þar sem að stjórnmálafólkið að tjá sig, þar er allt bara krafan að það verður að redda þessu bara núna, það verður að fjölga börnum, svo einhvers stað sá ég fór að velta þið fyrir mér, ég heyrði eitthvað til að þetta vera hvað vera mörg börn þetta átti að vera 100 börn á okkur nýju leikskóla og ég fór að spyrja þegar börnin okkar voru á Laugarsborg, hvað voru mörg börn þar eiginlega, þá var þetta kannski svo bara 2 Laugarsborg sem er stór leikskóli. Þannig að plönin verða alltaf svona stórkallarlegri og stórkallarlegri eftir því sem að vandin er meiri og kröfunar eru hærri. En svo erum við ekki ef við byggjum fullt á húsum og þau eru meira að segja rúmgóð, þá höfum við samt ekki innviðina sem er þetta fólk sem á að stýra þessu og stjórna þessu og þetta er skóli, við erum að mennta börn. Einhver ein vinkona minn sem hlustaði á Kastljós þátt fyrir skömmu sagðist hafa hlustað á forréttinda feminist að vera ósk eftir gamaldags vinnukonu til að passa barnið sitt. Ég heyrði ekki þetta viðtal og nefndi ekki að hlusta á það en mér finnst þetta mjög lýsandi. Það eru þetta láglaunafólk sem að ber samfélagið á bakinu
og vinna í leikskólanum. Það að vinna í leikskólanum. Það lög það að 2/3 af starfsmönnum leikskólanu eiga að vera kennarar. Það langt frá því. Það 28% heilt yfir, það 19% í einkareknum skólanum heilt yfir. Það einstaka skólar, svo skólar fyrir norðan, það fóru margir í Háskólanum á Akureyri og þeir eru næstum bara fullmannaðir af leikskólakennurum. Heyrist ekki múkkum þessi mál þaðan heldur. En sko hugsaum okkur ef við hefðum nóg pláss, nóg mörg hús og allt þetta, þá höfum við samt ekki þessi innviði sem starfsfólkið. Og þetta alltaf ef þú kaupir þér íbúð og gamla íbúð og það þarf að mála hana og það bara til 10 lítrar af málningu í landinu og þú byrjar að mála og búið með 2 vikur í stofunum og sér að þetta mun ekki duga og þynnir hana með vatni og klárar stofuna og þá eru hinherbyggin eftir og setur meira vatn úti og endanum ertu komið með eitthvað gull það sem að skíturinn sést í gegn. Svona upplifir þú þetta sé? Af því að þú varst að tala pítsur á þann, þú tekur degið og átt svona mikið að degi og allar að bjóða 40 manns og bara ég fleta bara nógu þund Það var einhver maður sem stúði að vera með 5 brauð og 2 fiska. Já, hann gerði kraftaverk. Hann ekki Það ekki að fara að gerast núna. Hann ekki bæjarstjórn. Herðu, þetta væri gott lokaði. Það breyts með lokað að spyrja. Af því að segjum að við værum með húsin, segjum að við værum með starfsfólkið og segjum að við værum með nóg rými handa börnum. Leikskólinn svona tilbúin undir það hvernig leikskóli fyrir 12 mánaða börn? Er komin svona reynsla og þróun á það fyrirbrigði í samfélaginu? Menn bara eitthvað svona... Hvernig menntar 12 mánaða gamalt barn í leikskóla? Maður þarf ekki að gefa sig að því. Barnið á það á miklu mótunarskeiði þannig og tengsla þroskiðis, þetta mikilvæg tími fyrir tengsla þroskan og við höfum báðir velt fyrir okkur ættleiðingum og börnum sem búa á þeim heimilum. Þeim sinnt í svona klukkutíma á dag munarlausum börnum út í heimi og þau þjást mörg af tengslaröskum. Það eru bara að glíma við alla ævina. Svona einhverju lík einkenni. Sæunn Kjartansdóttir er oft stærsta verkefni þessara barna út á ævina að glíma við þetta. Afleiðingar af þessu. En Sæunn Kjartansdóttir er miklu betri til í að tala þetta heldur en ég. Ég veit það bara að það þarf þetta bara að vanda sig við þetta og það þarf að geta gefið sig aðbörnum og gefið tíma og þegar dóttir minn fór í fyrsta bekk í grunnskóla þá mætti hún klukkan 8 á morgnana og við sóttum hana klukkan 1 í skólan. Ég held ekki að 12 mánaða börn þurfa á því að halda að vera fjarri fjölskyldur sinni í 8,5. Þannig við ættum kannski líka verið að tala eitthvað svona tímabil sem verið sveigjanlegri vinna á þessu tímabili. Þetta já og alls konar hluti. Já, alls konar hluti. Bara hvernig samfélagi ætlum við að búa frekar heldur að vera að tala hvort það sé grafan sé búin að grafa og einmitt. Hvort það sé búið að setja leiktæki á þessa lóð. Það bara svona teknilega lausnir sem svo auðvelt að fara í. Auðvitað ætti að einhverjir foreldrar vilja lengra fæðingarólof og af hverju ætti það ekki að vera hægt. Þetta er rosalega dýr kostur líka. Ég heldur satt með 4 börn á starfsmann í bara inn á deildinni með 12 mánaða börn. Og Hvað er það þegar börnin voru 5 ára? 5 ára? Já, hvað er það? Það voru 10. 10 á starfsmann? Já. Ég með 120. Þannig að þetta er risaverkefni að byggja þetta upp. Þetta er risaverkefni. Sem að við erum bara engan hátt undirbúin. Og við ekki að gera vel. Það er aðalega þetta. Ég er búin að vera að rannsaka þetta í 3 ár. Ég fór og mældi 38 leikskóladeildir á höfuðborgarsvæðinu. Leikrými, hvað heldur að börn hafi marga fermetra yfir höfuð, Ég veit ekki hvað íbúðin þínu stóð, meðal íbúð, samkvæmt opinberum tölum, eru 120 fermetrar. Ef þessi íbúð væri leikskóli, þá voru 17 börn inn í henni. Í íbúðinni? Já, inn í 8,5 dag. 8,5 tíma? 8,5 tíma. Og helmingurinn í íbúðinni
var svo tekið inn undir sko eldhús og eitthvað þjónusturými, þannig að þau væru bara svona í stofunni og svefnherberginu í 8,5 tíma. Sveitarfélögin segjast miða við flest að börnin hafa 3,5 fermetra í leikrými. Kennarasambandið gerði viðamikla könnun í fyrra meðal leikskólakennara, meðal leikskólastjóra og meðal fræðslustjóra á skólaskrifstofum og sagði hvað finnst þér eðlilegt að barn hafi í leikrými inn á leikskóladeildinni sinni og niðurstöður þeirra sko voru næstum samhljóða 5,6 fermetrar 5,6 og leikskólakennarinn 5,65 og skólastjóranir og 5,89 svo fræðslustjóranir. Sveitarfélögin miða við 3,5 en þegar þú ferð og mælir þetta þá eru veggir inn í þessu. Það voru veggir inn í þessu. Það eru hurðasvæði sem þú getur ekki sett barn og bara einhver opnar á hurðina. Það eru innréttingar þarna. Þannig að niðurstaðan er svo að hvert barn hefur 2,4 fermetra í leikrými inn á deildinu og þá spurði ég líka kennarana hvað telur að börnin séu lengi dags inni á deildinni að svona 70-80% af tímanum. Þessi 2,4 fermetra sem barnið hefur inni því sko húsbúnaður, lausborð og stólar og fullorðið fólk. Ef að við segjum bara hvað eru margir fermetrar á einstakling þá er það 1,9. En við erum með vinnulöku sem að vendar fullorðið fólki vinnu og vinnueftirlitið fer inn á vinnustæði og þar eru bara mjög skýrar reglur. Þú ert að hafa 12 rúmmetra í loftrými og með svona venjulega lofthæð það má ekki mæla upp fyrir 5 metra og mátt ekki vera í 12 metra háum eins fermetra turni að þá er þetta 4,8 fermetrar. Ef við tökum þessa fermetra frá sem að starfsfólkið á af því að það er mjög líka skýrt að það má ekki vera inn í því tæki eða tól eða neitt. Það er ekkert eftir alltaf bönnunum? Jú, það eru eftir 1,37 fermetrar. Og þú veist, Lóan kom hér 2015 og það voraði sent. Hún hafði lítið pláss, var niður á láglendi og hún var alveg brjálið. Það var fullt af fréttum það. Þessi friðsæli fugl var aggressífur. Og þannig er það í leikskólanum? Þannig er það í leikskólanum. Við höfum ekki tímt að byggja og svo tróðið alltaf mörgum börnum þarna inn. Ég fór í skóla út í Reggio Emilia Ítalíu í voru, fekk að mæla hann. Það voru 68 börn þar og þegar ég var að kveðja kennarana og sagði þeim það að ef þessi skóli var á Íslandi þá varum við með 150 börn. Hvað svo þeir? Þeir fóru að hlæja af því að þeir héldu ég var bara, hann svo fyndinn hann Hörður en svo bráðum þetta þegar þeir föttu að mér var alvara og þetta er og þetta er stórmál og það sem að kennarar hafa kallað á er meiri mönnun, þannig að við erum með meira mannaða leikskóla heldur en annars staðar. Það eru þetta sölu pitsið fyrir sveitarfélögin. Ef við aukum rýmið þá þarf ekki allt þetta starfsfólk. Herðu, við höldum áfram að ræða þetta. Við datt í hugast að tala hvað verið lítið pláss að það sagði mér einhvern veginn að maður hafi komið á Löngumýri þegar Björn í Löngumýri var ungur og þetta var í mjaltatímanum og hann opnaði útidyrahurðina þá héngu börnin 4 eða 5 á snögum á axlaböndunum á meðan að hjónin voru úti að mjólka þá þurfti að passa börnin þá hengduðu upp. Við erum alveg á mörkunum að fara yfir það, hengja börnin bara um að slæga. Alveg í þessum raunveruleika en í gegnum tíðina að vera að koma upp stúlkunar á Kleppjárnsreykjum, Vöggustofu Thorvaldsins félagsins, Breiðavík, Kópavogshælið, Hjalteyri, Arnarholt og Heyrnleysingjaskólinn, alls konar svona skandalar sem eru rétt fyrir aftan okkur í tíma og ráðamenn segja alltaf, við þurfum að læra af þessu. Hvað ætlum að læra af þessu? Við höfum að læra af þessu það að við höfum að gera betur í nútíðinni. Ég er hræddur núna, þegar ég er komin eftir laun, þá verið talað hvað voru eiginlega að gera með leikskólana þarna 2020? Við þurfum að gera það eins vel og við mögulega getum.
Við ætlum að halda áfram að ræða þetta við rauðaborðið, en núna hér rétt og eftir að þá tölum við mótorhjólamenn. Já, hérna í gæra þá vorum við að tala okkur og ég birti myndir af 2 mótorhjólmönnum, annan sem bjó í Íslandi, Gunnlaugi, sem að borgaður 130.000 krónur á ári í tryggingar, kaskotryggingar fyrir sig og farþega og hjólið. Og svo birtum við mynd af honum Jack Daniels sem að býr í Svíþjóð og það kom fram að hann borgaði 15 skall ári og munurinn var bara svo fáránlegur að við höfum búið að taka mörg dæmi hérna við rauðaborðið af óstjórnlegu okra á Íslandi. Þetta var eiginlega bara út yfir alla þjóðaborg, þannig að til þess að reyna að skilja þetta, hvert vandamál að þá eru hingað komnir 3 mótorhjólamenn, umræddur Jack Daniels sem hérna, sem heitir Jack Hrafnkell Danielsson, Steinmar Gunnarsson sem sníill, og Spessi sem ljósmyndari og mótorhjólamaður hefur keyrt mótorhjól víða heim. Verið allir velkomnir. Jack. Það bara, stundum sagt, þú veist að maður segir bara, ég bara trúi þessu ekki og þetta einhvern veginn svona mál og það ekkert að rengja neitt í þessu en þetta bara svo getur það verið að tryggingafélög í Íslandi sé að rukka mótorhjólamenn 8-falt á við það sem gert í síðust? Já, sko, talan sem ég setti upp, eða sem sagt, setti inn, þetta eru 1181 svenskar krónur, eða á Íslandi þetta, eða í íslensku krónum þetta 15.638 með við gengið á föstudaginn. Og þetta vantar ekkert í þetta, vantar ekki að þú ert ekki með kaskó, þú ert hérna... Þetta fullt kaskó. Já. Þetta fullt kaskó með vegahjálm. Já. Þannig að... Má ég spyrja ykkur strákar, hvað þið að borga í tryggingar ári, Spessi og Steinmar? Ég að borga 130.000. Svipað og Gunnlaugur sem var í dæminu. En þú Steinmar, hvað þú að borga í tryggingu? Fyrir hjóli sem ég nota dagstaglega, það eru að borga 107.000 og það bara ábyrgðartrygging. Það ekkert kaskó. Ekkert kaskó. Ok. Og hvað, Jack, þú náttúrulega búin að búa á Íslandi líka. Hvað, getur útskýrt þetta fyrir mér? Hvað þarna í gangi? Bara gengdálust okkur. Það þarf að greiða arð til eigenda tryggingafélagana. Þeir þurfa að eiga fyrir salt í grautin, þessi aumingjast menn. Það nokkuð ljóst. Þeir eru náttúrulega algjörlega á horriminni og þeir séu með einhverjar milljónir á mánuði í fjármagnstekjur. Það borgar bara sín 22% skatt af því. Ég get ekkert útskýrt þetta öðruvísi. Það er ekkert hægt vegna þess að Jú, kannski það að markaðurinn smærri, hvað eru mörg, 5-6 tryggingafélög á Íslandi sem að berjast þessar fáu hræður í landinu. Fleiri slys á Íslandi? Fleiri slys á Íslandi? Nei, ekki hlutfallslega. Ef ég má koma aðeins inn á slysatölurnar, þá eru slys á bifhjólum á Íslandi áberandi færri heldur en á hinum Norðurlöndunum og að auki þá hefur þeim fækkað alveg gríðarlega síðustu 10 árin þrátt fyrir að hafa orðið mjög mikil aukning í fjölda bifhjóla í umferð. Já, þetta hárrétt.
Steinmar, hafið þið aðtóð þetta eitthvað því þú ert nú í svona félagskap, formlegu félagskapsniglana? Hafið þið eitthvað að verða aðtóð í þessu máli? FIB gerir reglulega svona átak í því að reyna að berja niður bílatryggingar, lokkar hingað til lands, erlend tryggingafélög næra lækka smá tíma, en svo einhvern veginn þetta alltaf keypt upp aftur og svo hækkar þetta aftur. Hafið þið verið með eitthvað svoleiðis tilraunir? Nei, við höfum ekki gert það, en ég gerði fyrir nokkrum árum síðan, gerði könnun á trygginga eða vátrygingafjárhæðum eða iðgjöldum og það var í gegnum FEMA sem Federation of European Motorcycle Associations sem að sniglar eru aðilar að og þar kemur í ljós að við erum að borga svona frá því að vera svona 3 sinnum meira heldur en félagar okkar í Evrópu. Þó það er ekki allstaðar svoleiðis, en við getum sagt sem svo ef þú ferð í Suður-Evrópu og Austur-Evrópu, þar er verðið lægra fyrir okkur sem búum á Íslandi, en það er kannski ekki endilega lágt fyrir þá sem að búa þar. Já. Spessi, þú er það þannig að íslenskir mótorhjólamenn eru að borga þrefalt á við menn á næstu bæjum? Já, það er svolítið, það virðist vera það. Ég gerði svona smá könnun að ég vissi að koma í Rauðaborðið og ég hafði sambandi við, ég er formaður Harley klúbbsins á Íslandi og ég hafði samband við alla forsetana á Norðurlöndunum og danski forsetinn, hann borgar 47.200 á ári fyrir kaskotryggingu. Og þá áttu búin að þýða yfir á íslenska krónur eða? Það er 47.000 á íslenskar. Já, íslenska krónur. Og þú með 130, þannig að þetta næstu því þrefalt. Já, ég reiknaði þetta bara yfir og Svíþjóð var líka 47.500 og hann tók að reynda fram að þetta er tildulega nýtt hjól og þetta er svona á svona svæði það sem mikil umferð, þú veist og í Finnlandi þá borgaði finnski forsetinn 56.000 og svo var annar í Danmörku sem borgaði sem er bara Harley bara hann borgaði 64.000 en svo ég hef verið búið aðeins í Ameríku og ég hafði samband við ameríska vinn minn sem svona mótorhjólamann, hann sagði að hann væri sjaldan með hjólið sitt í kasko, hann væri bara með það bara í svona í ábyrgðartryggingu og hann á nokkur mótorhjól, hann er með 3 mótorhjól í gangi alltaf, hann er mótorhjólsmiður og er með 3 mótorhjól sem hann notar og hann borgar 24.500 á ári fyrir þessi 3 mótorhjól og þetta er ekki kasko. Þetta er svipað á Steinmar það þurfa með svoleiðistryggingu 107, ekki kasko. Já, og það er þú veist, hérna í Íslandi þá þarf þetta að borga fyrir hvert hjól en samt sem áður þú bara að keyra keyrt 1 hjól í einu skilur. Þannig að það er 3 hjól fyrir 24 skall og Steinmar borgar hvað 109 skall fyrir 1 hjól og þetta er náttúrulega bara þetta er svo ákveður þarf alltaf vera miklu dýrar á Íslandi. Þetta er bara þetta er alveg svona landlæg svona græðgengur þetta er alveg ótrúlega. Þetta er í mínu tilviki þá er þetta einfaldlega þannig að hverju einasta ári er þetta þú veist það fari í þetta samtals kannski 6-8 klukkutímar í samningaviðræður og tilboðaleit hjá öllum þessum tryggingafélögum. Þú veist, ég er ekki tryggur
viðskiptavinur neins þeirra. Það er bara einfaldlega gildir þeir sem að geta boðið mér besta verðið fyrir bestu tryggingarnar, þeir fá mín viðskipti. Hinn geta bara átt sig. En þetta er sko okkur einasta ári það maður að standi í þessum barningi og ekki og það er alveg áberandi verst fyrir mótorhjólum. Ég tryggi líka bíla og hús og innbú og alls konar svoleiðis. En þú veist, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg með ólíkindum og svo þetta, ef maður á mörg mótorhjól, þá maður að borga af þeim öllum, slysatryggingar af þeim öllum og ábyrgð af þeim öllum. Þetta er svo gjörsamlega galið að það tekur ekki nokkru tali. Ég væri alveg til í að borga kannski fullt iðgjald af fleiri hjólum ef iðgjaldi væri ekki 107.000 kall. En Piltar, nú myndum við ætla það að mótorhjóla menn væru harðir jaxlar og lét ekki fara svona með sig. Hvað gerðist eiginlega? Ég get orðað þetta öðruvísi. Ef að tryggingafélög fara svona með mótorhjólamennina, hvað gera það bara við okkur venjulega fólkið? Góð spurning. Við erum alltaf bara ljúfir drengir og svona, en sko, málið er það sem ég er líka rekið með á, að það er talað að sé samkeppni í þessu landi og svona, en það virðist vera, öll tryggingafélög eru öll með svipuð verð. Það er alveg, þú veist, ég pröfa að leita svona til flestra. Það er öll tryggingafélög með sama verðið. Það er eins og þessi bara samráð frá einhvern veginn. Það er það. Það er ekki vafi á því. Það er alveg rétt, sko, að hérna í vor þá hringdi nú einhver tryggingasölu fugl og vildi selja með tryggingar og ég leyfði honum að sprikla svolítið og reynda dálítið mikið og hann var kominn svolítið nálægt því sem að ég er að borga núna en var samt aðeins yfir og ég potaði í hann eins og hægt var og hann potaði svo aftur í tryggingafélagi sem maður var að vinna fyrir. Það bara, þú veist, þegar það var komið niður á ákveðið stig, þá bara snúaði sig við og skilaboðin er bara að þú vilt ekki þá bara máttu éta þessi múti frís. Hvað eru mörg hjól á Íslandi á göttunum? Vitið þið það? Það eru einhver staður milli 8.000 og 9.000 hjól sem eru á skrá. Já, þannig þetta er svona, ef maður tekur bilið á milli bara 50.000 krónuna sem að voru í dæmunum frá formannunum í Harley Davidson, forsetunum í Harley Davidson klúbunum í kringum okkur og því sem að spessir að borga, það voru 80 skall, þannig að við síðast að vera svona 720 milljónir sem að tryggingafélögin taka af ykkur ári með því að ofreikna ykkur, því að það er engin rök fyrir þessu að þetta ætti að vera dýr á Íslandi. Ég get ekki séð það er ekki hækkun í hafi eða flutningskostnaður eða neitt í þessu. Það er 720 milljónir frá mótorhjóla sjóðinni. Annað sem að mér langar til að koma inn á í sambandi við þetta, hérna í Svíþjóð, að bílatryggingar eru miklu dýrari heldur en mótorhjólatryggingar. Það er alveg stórmunur á. Við erum með Audi fólksbíl, 2006 módelið og sem dæmi ég var að kanna hvað myndi kosta að skipta tryggingafélag og með hvað að spá í þetta og málið er það að kaskótrygging fyrir svona bíl er ekki undir 7.000 sænskum á ári meðan að mótorhjól eins og mitt er á sko rúman 1100 kall eða tæpan 1200 kall. Annað í þessu líka sko, sem að mér finnst svolítið skrítið og eiginlega bara stórskrítið er að þegar maður fer að spá aðeins í þessum málum upp á Íslandi sko og svo sérstaklega mér langar eiginlega dálítið til að negla það á
Steinmar vegna þess að þetta náttúrulega bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglarnir. Ég meina þetta hagsmunasamtök bifhjólafólks á Íslandi. Ég meina okkur eru þau ekki að vaða í hlutina eins og var gert í gamla daga, þú veist, sko þegar þeir fóru af stað í gamla daga, þegar tryggingarnar ætluðu að hætta, ég man ekki hvort það var rétt fyrir 90 eða í kringu 90, þá ætluðu tryggingafélögin bara hreinlega að neita því að sko tryggja mótorhjól. Og það var farið af stað með fundir og það var farið af stað með herferðir og það var farið bara með látum af stað. Og tryggingafélögin eru að bakka með það vegna þess að lögum samkvæmt urðu þeir að tryggja bifhjól. En þá sögðu þeir, já, jú, við skulum tryggja hjólið en það kostar þig 500.000. Þá fóru Sniglarnir af stað. Já, sko, það er búið að ræða þetta mikið og það er búið að gera nokkar tilraunir og þetta er einfaldlega þannig, ef við höfum ekki kannski 100-200 viðskiptavini bara sem eru tilbúinir til þess að hoppa, þá er ekki tryggingafélag tilbúið til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Nei, ég veit það. En það er líka annað sem að þið geti gert, af því að Ísland er í Evrópska efnahagssambandinu og samkvæmt því getið þið farið í samstarf við erlend tryggingafélag, hvort sem það er í Þýskalandi, Danmörk, Noregi, Svíþjóð, whatever. Vissulega gætu við það, ef við fyndum eitthvað tryggingafélag sem hefði áhuga á því og tryggingafélag sem að uppfylli þær kröfur sem eru gerðar til þess að mega starfa á Íslandi. Það er búið að vinna dálítið í þessu, en orður til alls fyrst og kannski leiðir þessi umræða til þess að það fari eitthvað í gang, við skulum sjá til, kannski farið á mótmæli eitthvað, við verðum til að sjá mótorhjólamenn keyra niður einhverja götu og mótmæla þessu gengdalis og okri, því að 720 milljónir sem það eru að taka í einhverja óþarfa hagnað og færa eigendur sínum enn náttúrulega ólíðandi. Ég hveti hvað til að gera eitthvað. Mótorhjólamenn mótmæltu nú einu sinni fyrir framan Alþingishúsið og það voru læti sem að urðu til þess að það var farið í aðgerðir. Þetta var þegar að vantaði táknmálstúlka. Ég man ekki hvað það voru 300-400 hjól sem að mættu og þöndu hjólin og flautuðu fyrir utan þinghúsið meðan að ræður stóðu yfir og þetta hafði sitt að segja vegna þess að túlkar fyrir blind daufa eða hvað það heitir sem sagt fjölfattaða sem að tjá sig með táknmáli, þú veist, þetta gekk í gegn, ekki að fullu en þetta ýtti hlutunum á stað og ég meina ef að hjólafólk á Íslandi getur ekki staðið saman í því að anskotast í tryggingafélögunum og neita bara að skipta við þau að sko þá segja allir já en ég með allir tryggingar hjá þeim ég þarf þá að flytja þetta tryggingar ég meina flyttu allar tryggingar taktu þið bara 2-3 daga í það og gerðu það. Þetta er einmitt svo afsökun sem að hver einasti maður kemur með. Ég veit það og þetta er bara lýsandi dæmi aumingjaskapinn og letina og meðvirkni. Piltar, núna nú haldið þið bara áfram að ræða þetta mál. Við dreifum þessari klippu af þessu samtali á Facebook og víðar. Kannski verður ykkur umræði kringu það, kannski kemur eitthvað út úr þessu. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og segja okkur frá þessu. Þetta er með svona grófustu okurdæmanum sem við höfum haft hérna. Takk kærlega, Spessi, Sigmar og Jack. Hérna á eftir verður talað ofskynjunarsveppi.
Við byrjum. Já, sæl, blessuð, takk fyrir að koma. Sæl. Mér finnst þetta mjög spennandi viðfangsefni og hef skoðað þetta sjálfur, lærði sálfræði og hef líka pröfað þetta sjálfur en fór ekkert rosalega varlega, nýja eftir einhverju læknisráði eða neitt og það var kannski ekki einu svona til almennilegt læknisráð. Nei. Hvernig átt að gera þetta sko og það var einhverju partíi þú veist og maður missir sem svolítið í því sko, það er ekki alveg umhverfið sem maður vill vera í. Nei, en þið voru að gefa út grein núna bara í ágúst sem sagt sálræna meðferð sem notar svona töfrasveppi eða og sæl og sæpin virka efni í sveppunum og eru þeir að virka á þunglindi, eru þeir að ná að Þetta er mjög áhugavert og hefur verið skoðað, þetta var fyrst skoðað í kringum 1950 og svo svolítið slögt á því að þetta var farið að flokka sem fíkniefni en nú er farið að skoða þetta aftur og núna svona síðustu ár er farið að birta svona almennilegar rannsóknir, gera almennilegar rannsóknir og í fyrra, bara seint 2021 þá kom út stærsta rannsókn sem hefur komið til þessa, það sem voru 233 einstaklingar og þetta var svona tvíblindur rannsókn, þannig að bæði fekk fólk annaðhvort lyfjaleysu eða psilocybin og mismunandi skammta og þar virtist einn skammtur af 25 mg psilocybini ásamt stuðningi á meðan á því stóð og eitthvað þarna í kjölfari, það var að sýna góða svörun, það var svona kringu þriðjungur einstaklinga með svona meðferðar þrátt þunglindi sem hefur svarað illa meðferð sem að náðu aðrar meðferðir er ekki að virka alveg vel á það eða búið að reyna það og gengur ekki alveg upp. Yfirleitt allavega að prófa 2 lyf áður og einmitt, það var svona þriðjungur þeirra sem að náðu á annarkvort bara bata eða jafnvel að þeir voru algjörlega ekki þunglindi lengur. Þannig að Og er þessi áhrif að virka lengur en svona venjulegar meðferðir eða önnur lyf? Því það ekki svolítið stort máli í þessu öllu að þú beitir einhverjari meðferð en svo dögur hann kannski ekkert rosalega langan tíma. Akkurat, ekki spurning og það er eitthvað sem við ennþá vitum ofsalega lítið það er reyndar ein rannsókn sem hefur verið gerð í John Hopkins sem sýndi að það væru einhver áhrif jafnvel ennþá til staðar eftir 1 ár eftir 1 skammt af 25 mg psilocybini en það er svona eina rannsóknin sem liggur fyrir. Við vitum að í þessar rannsókn sem ég var að vitni þá eftir 12 vikur voru áhrifin sem hefðu komið á 3. viku til staðar í 2/3 tilfella þannig að það virðist svona endast eitthvað en hversu mikið og af hverju endast ekki hjá sumum og svona það vitum við ennþá ekki. Nei, ég mynd. Og þessar rannsóknir eru sérstaklega að snúa þunglindi en það er búið að vera að rannsaka líka á öðrum sjúkdómum eins og áfengis síki eða hvað maður myndi kalla fíkni og þannig. Einmitt, alls konar áfengisvanda og ýmsan fíknivanda og það er eitthvað sem að mér finnst mjög spennandi vegna þess að það er ofsalega lítil svona framþróun kannski í þessum hóp af svona nýju meðferðum. Hins vegar eru þær rannsóknir sem til það eru báðar mjög fáar og mjög fáir í hverri. Oft kannski 10 manns og ekki lyfjaleysa. Þannig að það bara því miður rannsóknir að segja okkur eiginlega ekki neitt. Það er ekki öruggar, það er ekki álíkt þannig. En það væri samt mjög spennandi að skoða það og en enn sem komið er eiginlega bara til svona evidence eða svoleiðis í þunglindinu. Og fólk sem er með krabbamein og er að fara að deyja kannski að það eru góða vísbendingar að þetta hjálpi eða ekki. Þetta hefur verið rannsakað mikið hjá fólki með lokastiskrabbamein. Það er svona 3 stúdíur einmitt. En það kom ekki alveg fram í þessari grein en þegar fólk er að taka svona sveppi og það er að taka eins og segir eitthvað 20 mg sem að mér sýndist það að vera svona 1-2 grömm af sveppum að fara á göttunni að þú veist. Einmitt, þeir svolítið eftir örugglega sveppunum, mér skilst að þeir séu frekar sterkir á Íslandi þeir eru það. En frekar litlir sem að náttúrulega eykur þá hættuna á að fólk fái svo mikið sem eykur hættuna á að fá svona umulega upplifun. Og þess vegna er ekki sniðugt að gera þetta, taka stóra skammta í lélegu umhverfi eins og ég gerði í fyrsta skipti, þá var ég
bara partí, þú veist, ekki alveg staðurinn til að prúfa þetta á, myndi ég segja, sko. En þannig að fólk að taka þessi 20 milligram af psilocybin og svo sálfræðingur með þeim og þau eru með bundi fyrir augun og eru að hlusta á tónlist. En hvað er sálfræðingurinn að gera? Hvernig er hann að hjálpa þeim? Sko, það virðist vera, þú veist, það er lyfjafyrirtæki sem er að reyna að selja þetta eða ætlar að gera það ef þetta gengur eftir, er ekki mikið að deila því hvað þessi sálfræðingur er að gera og hversu mikið þau hittast á eftir og svona, vegna þess að það er hluti af þeirra svona meðferðarpakka. Þau get ekki fengið einkaleyfi á psilocybin, þannig að þau fá einkaleyfi á psilocybin pluss sálfræðimeðferðina. Og þess vegna þau segja man ekki alla söguna. Ég held allavega meðan á vímunu stendur þá er þetta aðalega bara til að vera til staðar. Þannig að ef að manneskja verður mjög hrædd, að bara hjálpa henni að róa sig og svoleiðis. Það er ekki verið að vinna aktíft í þunglindinu þarna. Það er bara verið að passa upp á að þú fáir ekki svona slæma upplifun, held ég, sko. Einhver síðan til að styðja þig að veita þér svona andlegan stuðning. Einmitt. Maður veit einmitt að þegar það er verið að rannsaka MDMA, virkaefnið í e-pillum, þá er meira að vera að vinna með svona andlugu málin, ekki að kvillana eða áfullina eða hvað það er, en það er ekki svoleiðis með sveppina. Ekki svo ég veit til, nei, ég hef ekki heyrt það. Það er meira að fólk er bara að fara í gegnum þessu upplifun og það er einhverjum til staðar. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi handleiðsla sálfræðingsins lýsir sér, en það virðist kannski vera að þetta séu aðalega bara sveppinir sem eru að hafa þessi áhrif. Allavega þú veist, fara þær í meðferðina með psilocybinu, svo koma þær yfir daginn eftir og hitta sálfræðing og er að ræða upplifuna og þá ímynda ég mér að þau séu svolítið að nýta þessa upplifun og nota það í einhvers konar meðferð og síðan hittast þau ykkur skipti og þetta er einmitt allt óljóst í miður í svona rannsóknum en og þá einmitt veit maður auðvitað ekki alveg, þú veist, hvað er psilocybinu og hvað er hinn meðferðin en til þess auðvitað lyfleysan þá fær fólk 1 milligram sem á ekki að hafa neina áhrif en fær að öðru leyti alveg sömu meðferð og þannig er verið að reyna náttúrulega komið veg fyrir að þetta sé bara sálfræðis meðferðin sem er að hjálpa. En þetta er mitt að þú hittir sálfræðinginn og tala við hann og þá væntanlega að tala vandamálin, þunglindið og þannig og svo ferðin í upplöfunina og ferðin í upplöfunina með því að leiðarljósi að svona díla við þessi mál einhvern veginn og svo tala vel við sálfræðinginn eftir á og unni úr þessu. Já, það er svona að hljómar eins og það sé svona það sem þau eru helst að gera. En ef þau fá einkaleyfi á handleiðslunni þurfa þau ekki að sýna síðan hvernig handleiðslan þeirra er? Jú. Það kemur ljós þá? Algjörlega. Og þannig að þau birta, nú er þau að byrja, eða stefna á að byrja hérna 3. fasa rannsókn sem er svona þá fjölþjóðlegt bara allan heim og stóra rannsóknir. Þá ímynda ég mér að við þurfum að fá ennþá meiri upplýsingar. Þau mér segja eftir að birta niðurstöðurnar úr þessari fasa 2 rannsókn. Þannig að maður tekur öllum með fyrirvara. En já, ég held að fá meiri upplýsingar bara á næstu árum. Já, þetta er alltaf að gerast núna. Já. Hefur við skoðað líka, er ekki verið að rannsaka LSD og eins og ég myndist á MDMA, en með LSD-ið eða sýruna, hvað er það helst verið að nota á hvers konar geraskanir? Það sem að hefur verið mest svona af því sem ég hef skoðað, verið að skoða LSD og MDMA með PTSD. Það er svona það sem ég hef helst séð. Áfallastreituröskun. Já, og það er ennþá svona, þetta er á mjög miklu svona byrjunarstigi þar. Við erum komið miklu lengra með ketamín og það er lyf sem við erum farin að nota á Íslandi en ekki ég held sem mjög stutt að við komin með LSD og MDMA. Nú ef við skoðað, ég held að það hefur verið kannski svona fyrstu rannsóknirnar sem voru gerðar eftir að bannið var sett á, eða getur við sagt að það var hægt að rannsaka þetta eins og myndist á. Og ég held að með fyrstu rannsóknum hefur verið að skoða trúarlegar upplifanir. Já. Þú kannastu það? Getur þú lýst þeim fyrir okkur þeim rannsóknum eða hvað þau voru að skoða þar? Það hefur mikið verið svona, fólk er að velta upp, hvernig virkar þetta? Og fólk er ósammála og þú veist, í rauninni vitum við bara ekkert og það er mjög algengt með geðlyfin okkar. Við vitum ekki alveg hvernig þau virka. En það er mjög margir sem telja að stór þáttur í verkuninni sé að svona, maður fái einhvers konar hugljómun.
og tengist æðri mátt eða eitthvað svoleiðis. Margir verða að trúa þér á eftir sem að áður voru ekki trúa þér. Þannig að það hálfgerð aukaverkun. Já, en það virðist svona, fólk talar að við erum öll tengd, þú veist, talar að heimurinn sé, þú veist, góður staður til að vera og við stöndum öll saman og allt þetta. Þannig að þau fara bara svona að horfa á heiminn á annan hátt. Og þeir sem að lýsa svona upplifunum svara betur meðferðinni. Já. Og svo veit maður ekki hvað það þýðir, en það bendir til þess náttúrulega að það að upplifa þetta í vímunni sé að hjálpa þeim á eitthvað hátt, sko. Þá komum við það bara mjög undarlegri spurningu þetta allt saman af hverju er fólk að fá svona trúarlegar upplifanir af þessum efnum og vitum við hvað það? Þú veist, getur þú sagt okkur hvernig þetta að hafa áhrif á heilan? Já, við vitum ýmislegt og svo vitum við ekkert samt hvað að valda hverju og svona, en ofskynjanirnar sjálfar, við vitum að það er langlíklegast vegna örvunar á svokallum serotoninviðtökum og þetta hefur líka áhrif á dópamínkerfið í heilanum og svoleiðis, en við vitum ekki alveg beint svona, þú veist, hvað að valda endilega hugljómun og hverju fá það og hverju ekki. Það fólk fær miklu verri upplifanir ofta ef það ekki öruggu umhverfi og þá það síðar að fara að fá svona hugljómanir og svona meira jákvæðar upplifanir. Við vitum í rauninni ekki einmitt því miður hvað að valda þessu. Og líka ekkert hvernig það ætti að virka þunglindi þannig séð. Þannig að hefur áhrif á serotóninviðtaka og við notum serotóninskyld lyf til að meðhöndla þunglindi í dag. Það hefur líka áhrif á dópamínkerfi heilans sem getur verið að auka vellíðan og gleði þannig. Og svo talað að jafnvel að sé einhverja brautir í heilanum sem eru til staðar sem virkjast við að taka psilocybin sem voru sérst bara svona ekki í notkun en allt í einu bara tengjast ýmis heila svæðið saman sem áður voru ekki að starfa saman. Sko. Þetta ekki svipað með áhrifin sem sjást af hugleiðslu? Að fólk sem hugleiða mikið það nær kannski að brjóta sig út úr þessu sem er kallað default mode network, ég kann ekki alveg þýða á íslensku en þá að vera að eiga við bara hvernig heiliðin virkar svona alltjent daglega og þú kannski festist í einhverjum formum hvað það með, þú veist, geðröskun og svo bæði með þessum hugbreytandi efnum og með hugleiðslu þá nær það einhvern veginn að brjóta upp á þetta fasta form sem hefur verið áður. Einmitt, maður getur alveg vel ímyndað að sé eitthvað svoleiðis. Þetta er eins og með rafmeðferð þegar maður fer þá svona er talað að jafnvel maður sé svona að restarta einhvern veginn heilastarfseminni. Við vitum ekkert heldur hvernig það virkar. En einmitt, og þá er akkurat svolítið þetta, þú veist, erum við ekki bara aðeins að rista til í þessu og bara stoppa þessa truflun sem er að eiga sér stað, hver sem hún er, sko. Þetta er einmitt mjög undarlegt. Ég fór eiginlega í sálfræði til þess að reyna að fá ykkur svör við þessum spurningum. Hvað getur útskýrt þessar upplöðanir? Það er bara, ég fekk enga útskýringu sem sko meikar mikið sens af því að það er bara einmitt heilabóðefnin gera þetta og svo voru þessi efni að setjast á einhverjum svona viðtaka fyrir þessi heilabóðefni og það er fram eftir göttunum. En heldur það séu mörg ár þangað til að svona meðferð gegn þunglindi eða gegn kvíða með sveppum verði aðgengilega á Íslandi? Þetta er náttúrulega alltaf eitthvað ferli. Það fer líka eftir hversu vel gengur fyrir þau að fá leyfi út allt, því að þetta er náttúrulega ólöglegt efni og þau eru að tala að gera þetta, þú veist, alþjóðlega. Þannig að ég held að þetta gæti orðið svona erfitt og tekið kannski smá tíma í svona öllum þessu svona umsóknarferlum sem taka rosalega langan tíma. Og síðan þurfa þær að vera aðeins lengri þessar fasa 3 rannsóknir. Þannig að það er erfitt að segja til það er nú allavega einhver ár held ég, sko. Já, þetta er allavega ekkert að fara að gerast á næstunni, sko. Og það er svona auðvitað hljómar það leiðilega, en maður verður bara að vera að vissum þetta sé ekki að fara að skaða fólk áðunum fyrir maður nota það. Því að þessi efni geta klárlega að skaða fólk, en það ekki? Algjörlega, og það er vel þekkt að þetta geti ítt undir geðrof og jafnvel þetta eykur líkur á að þróa með þessi geðklofa og það eru svona ákveðnir hópar mjög viðkvæmir fyrir og það er svona ef þetta er ekki gert í svona stöðlu umhverfi þá er líka hægt á kannski einstaklingar sem eiga ekki að fá þetta, sé að fá það. Þú veist, þess að alltaf fólk með geðhvarfasýki, fólk með geðklofa, þau eru mikill í hættu á að fá geðrof við notkun þessara sveppa.
En er eitthvað sem bendir til þess að fólk sé að þróa með sér einhvers konar geðsjúkdóm út af notkun? Eða það frekar að það hefur verið að ýta undir eitthvað sem var áður til staðar? Einmitt, það er alltaf erfitt að segja til það, þetta er sama með einmitt kannabis og svona, en það er að minnstakosti þannig að þeir eru, ef þeir voru með tilhneigingu þá eru þeir búin að ýta sér svolítið í þá átt með því að nota, og því miður oft veit maður ekki, þú veist, hvort þetta sé maður sjálfur fyrir en að það gerist. Þannig að þú veist, maður þarf alltaf að vera varkár bara. Erfitt að aðgreina þetta. Já. En ertu með ykkur, svona áður við klárum, ertu með ykkur ráð fyrir fólk sem kannski er að fara að prófa þetta? Ég meina, maður stjórnar ekki fólki og það er mikill áhugi fyrir þessu og núna sérstaklega þetta í umræðinni. Þá býst maður við að fleira fólk pröfi og það er búið að vera bara síðust ár. Er ykkur ráð fyrir slíkt fólk? Já, sko, ég er mjög mikið fyrir skaðaminnkandi úrræði og allt það. En ég get ekki sem læknir farið að mæla með ykkur varðandi þess að ég bara því miður mæli gegn því vegna þess að við vitum ekki hvað er mikið magna af psilocybinu í þessu. Ég hef oft fengið sjúklingar sem eru mjög veikir af þessu. Þannig að frekar að koma til okkar og fá eitthvað meðferð sem við þekkjum betur og er svona öruggari. Þetta nefnilega getur verið hræðileg upplifun ef þetta er gert rangt. Það byrja að varast. Íðum aðeins með þetta. Ég held það. Heyrðu, þetta var mjög áhugavert. Takk hérlega fyrir og bara vonandi ganga rannsóknina vel og þetta verður fljótt farið að hjálpa fólki að kljást við andlegu vandamálin. Já, ekki spurning. Og þið áhorfendur góðir, takk hérlega fyrir að fylgjast með. Við sjáumst aftur á morgun og ég minni ykkur á að þið getið styrkt samstöðuna en á Alþýðufélaginu og fylgst með dagskráni á Facebook síðan okkar og á YouTube. Endilega subscribe á YouTube líka ef þið eru ekki búin að því og við sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Góða nótt.